Góða kvöldi kæra áhorfendur, verið velkomin á leik K.A. og Tindastóll í Borgunarbikarnum. Þetta er önnur umferð. Tindastóll vann í fyrstu umferð lið Dalvík Reynis eftir framleita leik 2-0. En þetta er fyrsti leikur K.A. manna í bikarnum þetta árið. Lið heimamanna er þannig skipað að í markinu Fannar Hafsteinsson, Baldvin Ólafsson, Hilmar Trausti Arnarsson og Kristján Freyr Óðinsson eru í vörninni. Á miðjunni er Ólafur Aron Pétursson, Pétur Eður Kristjánsson og Hallgrímur Mar Steingrímsson og Halldór Hermann, fullt af þeim. Og Ívar Örn Árnason er sjálfsögðu í vörninni líka og Bjarki Þór Viðarsson út á kanti og Orri Gústafsson fremstur. Já, það er einungis Hallgrímur Mar sem heldur sæti sínu. Já, og hann spilar í svokallaðri 10 sýnisspil. Mikið rétt. Athygli vikur á bekknum er Aron Dagur Birnusson, mjög ungur markmaður sem hefur verið að gera það mjög vel. Og líka Ági Sölvason sem er á yngsta ári í öðrum flokk. Sörjan Ræko fær frí í dag, kærkomið. Gamall. Vissulega. Nú í lið Tindastóls er Aron Snær markmaður, Arnór Daði, Bjarki Már, Fannar Örn, Óskar Smári, Jónas Aron, Arnar Skúli Atlason, Benjamin Jóhannes, Ragnar Þór, Vilhjálmur Kaldal og Arnór Guðjónsson. Ekki Guðjónsen. Nú, leikurinn er farin af stað inn og tæpa 2 mínútur búnar að leiknum og það eru K.A.menn sem eru með boltan. Kristján Freyr hérna í miðvörunum, sendir hann á Baldvin Ólafsson, El Bass, sem kemur langan bolta upp á gullfótinn Pétur Eður Kristjánsson, sem missir hann. En hér er Kristján sem eldir boltan tilbaka og kemur á Fannar. Og það er Ragnar Þór sem pressa vel á Fannar. Aðstæður knattspyrnuiðkunar í dag eru til fyrirmyndar. Það er létt góla, völlurinn er blautur, 9 vökvaður, sól og blíða. Sól og blíða. Blíða gæt K.A. Hér er það Ívar Örn sem er í miðverðunum með Kristjáni. Hilmar Trausti í vinstri bakverðunum. Halldór Hermann, Ívar. K.A. leikur honum hérna milli í eftirstu línu. Kristján með frábæra Ronaldo. Ívar kemur honum upp á Hilmar Trausta sem komin hátt upp á völlinn. Gerir vel. Kemur honum á Aron sem er lunginn. Bikar Aron eins og hann fekk viðurnefni í fyrra, en Aron skoraði þó nokkur glæsileg mörk í bikarnir í vera gegn Dalvík og Álftanes. Þá helst Álftanes. Setta þar laglega á raukaspinnu. Hér kemur boltinn upp á Hallgrím sem er í baráttunni við Arnar Skúla. Vilhjálmur Kaldal kemur hérna og reynir að keyra upp, kemur honum á Ragnar Þór sem er með fyrsta skot leiksins, en það er rangstæður. Fannar greip hins vegar skotið nokkuð. Vilhelm Adolfsson, Eðvar Eðvarsson og Rauða Ljónið. Hér er Halldór Dorrinsson er kallaður. Hérna er Ívar að koma með skiptingu yfir á Kristján og vindurinn aðeins að stríða honum, tekur aðeins í boltan. Kristján fær hann fyrir aftan sig. Ívar finnur Hallgrím í stutt spil. Hann er að leika K.A. sem fá innkast. Það er alveg klárt að Tindastóll er komin hérna til að selja sér dýrt, Siguróli. Já, heldur betur. Halldór með skiptinguna, reynir að skipta honum hérna yfir á hægri, en það er Arnar Daði sem skallar hann tilbaka á Aron Snæ í markinu. Hvað segirðu? Ætluðu að reyna að renna í þetta sem það var að tala á Facebook að kalla eftir hann? Og kemur langur bolti frá marki og Ívar reynir að koma honum frá, vindurinn tekur í hann, en kemur honum endanum á Hallgrím og Hallgrímur kemur honum yfir á Halldór sem missir boltan. Það er að
leikmann númer 22 Arnór Guðjónsson sem að vill fá aukaspyrnu en Vilhelm Adolfsson er ekki á sama máli. Og KM halda boltanum núna á milli sín. Aron sækir hann djúpt. Kemur með langan bolta yfir á Bjarka Þó. Og Arnór Daði þéttur í bakkinu á honum samt. Enda með að sparka honum út af og KM er kast. Á mjög hættulegum stað. Elbas og Dóri spila stuð saman, koma hann tilbaka á Kristján. Ég held að Kristján og Ívar Örd séu búin að snerta boltan oftast í leiknum. Miðverðir KM-ana. Og þeir halda áfram að bæta við snertingum. Hallgrímur sækja hann langt tilbaka en það er Ragnar Þó sem að pressa vel á þá. Langur bolti upp á Bjarka. Slæm móttaka. Boltinn í kast. Þór upp á topp og lætur á annars slagið hafa fyrir í miðverði KM-ana. Gerum þetta ekki ofauðt fyrir. En leikur Tindastóls og Dalvík í annari fyrstu umferð var mjög bragðdaufur og lítið sóknir og hvað þá hann færi. Hér er það Benjamin Jóhannes sem hafa fellur og eftir samskipti við Kristján. Það er Fannar Hafsteinsson sem að tekur markspyrnu fyrir Káa. Sækjast tilbaka, Kristján og Ívar gera vel, styttast upp á milli. Kristján kemur honum yfir og Ívar. Það er svona aðeins öðruvísi að sjá liðið eins og heldur en í síðasta leik sem að miðum með Káa kannski tórsum sig aðeins hærra upp á völlin þegar Hafsteindarnir með boltan. Á meðan þeir lágu vel tilbaka og voru í rauninni bara með 4 upp á topp. En nú ætla menn að sækja. Hér er að Baldvin kemur honum upp á Hallgrímur í baráttunni, kemur honum á Bjarka sem að ætlar að reyna að koma honum fyrir markið, kemur upp á endalínu, kemur honum fyrir en skalla frá. Það var leikmaður sem skallaði hann frá. Nöfnin koma að setna. En ætla þessi ekki líklegt að Bjarki sé að fara að skalla þennan frá. Bjarki Már fyrirlið, nei, yfir hann. Ívar tegir sig í boltan en nær honum ekki. Halldór kemur honum aftur upp á Hallgrím sem að reynir að krossa en fyrir eru þeir. Við spila Hallgrímur með sendingu fyrir og Orri í klafsinu, honum finnst ekki leið eftir að vera í klafsi. Hefur ekki skorað mark nema eftir klafs. Ef það er ekki klafs til staða þá býr hann það til. En Tindastóll á innkast. Það er Aron Daði sem tekur innkastið. Grítur honum hérna áttu upp, Bassi kemur honum frá. Halldór klessir hérna á vegginn. Ragnar Þór og hann fær að launum gult spjald. Ragnar Þór virkilega stór og stæðilegu framherji. Þetta verður ekki verið gott högg sem að Halldór Hermann fekk þarna. Reikna með að Kristján kom með þessu strax í stuttspil. Gerir það með Fannari. Þetta er auðvitað klálega uppleggi á Tindastól að leifa á öftustu línu KM að halda boltanum og líka vel tilbaka. Og Tindastóll vinnur hérna boltan, konum 4 á. Nei, ná ekki að halda boltanum. Hann fer hins vegar hérna út á vinstri kantinn á Hallgrím sem kemur með hælsendingu á Hilmar Trausta. Orri Gústafs. Hallgrímur lungið með boltan. Tekur dúlurnar, keyrir inn, kemur með fyrsta skotið og hægri stöngina. Og út fyrir.
Þetta var fínt skot hjá Hallgrími. Fór hérna, byrja á vinstri kantinum og keyrir inn að miðju og ógnar með skoti. Gerir mjög vel. Tekur nokkuð skæri. Tekka til hægri. Og þeir hins vegar bara allt og seinir að koma út í hann og lúmskot sem að fer í nærstöngina. Ég var skalla frá, Frimmi vinnur hann, eða Aron, réttar að segja, spila með Bjarka, en sendingin ekki nógu góð. Og Halldór Hermann hins og fljótur að vinna hann aftur og gullfóturinn sem ég er að sjá núna í fyrsta skipti í leiknum. Það er ekkert að gera við boltan. Bassi spila vel með Dóra, Petti fær hann, sendir hann stutt á Halldór Hermann. Ég kemur hann út á kantina á Bjarka, Bjarki 1 á 1 á móti Arnari. Kemur upp í hotnið á Petta og Baldvin. Innkast, hann er fljótur að taka á Bjarka. Og hotspinna sem að KM eiga, önnur hotspinna KM að þessu leik. Vegna tæknilega örðuleika er Sigur Óli Þögull, og ekki vanninn. Þögull sem gröfin. KM stilla hér upp, standa flesti við vítategin, kemur hlaupin á tegin, en þeir ná að hreinsa frá stólanir. Hilmar Trausti kemur honum aftur inn á tegin. Ég var Frimmi neglir honum hérna upp í hotni á Hallgrím. Hallgrímur kemur 1 á 1 á móti Arnari. Kemur hann núna á vinstri fótinn, kemur hann á Petta sem kemur hann aftur upp í hotni á Bassa sem krossa vantilega fyrir, og þar er að Bjarki Már sem að skalla hann frá Orri með tilraun til að skalla hann, en hoppa ekkert svakalega hátt. Það hefur verið einn Drangsstað, já. Það er Birgir Þór Þrastarsson, Rauða ljóni sem flaggar hér rangstöðu. Langur bolti, Bassi heppinn hann fær ekki yfir sig. Illa staðsettur. Skallar hann í innkast. Og Benjamin lætur Arnór taka, Arnór fyrirgefi, Arnór. Arnór kastar honum hérna upp öllin. Það var að Ragnar sem var í barðunum boltanum, missir hann. Og hér er að Ívar. Hilmar keyrir upp kantinn, Hallgrímur með stuttan. Halldór og Ívar aftur. Þeir finna lítil svör. Endar yfirleitt í löngum boltum. Dóri hér heppinn að fá ekki á sig aukaspyrnu, var á undan í boltan, en Arnór Guðjónsson virðist eitthvað hafa meitt sig í öklanum við þessi samskipti við Halldór. Halldór átti slæmt touch og mista hann aðeins frá sér, en virðist þó fara í boltan og þá í Arnór í leiðinni. Lítið hægt að segja um þetta, en Arnór virðist kvalinn. Það er ökkli. Nú mæti ekki inn í dag, getum ekki sagt að hún sé alveg á góð og í síðasta leik. Enda Eurovision helgi. En hér liggur Arnór ennþá og er verið að hlúa á honum. Hann er staðinn upp. Virðist ætla að ná sér eftir þetta. Og þá er svokallað dómarakast. Bassi tekur hann hér, leikurinn farin að stað. Ívar dregur sér vel út og býður sér vel með Kristjáni. Þeir eru nú bara 2 inn á 1 vallarhelming.
Og Ívar reynir að koma á löngu bolta Hilmar Trausta sem gengur upp. Einn á móti einu, hérna eru Hallgrímur. Marspyrna dæmd. Hér er slegið og trommur og það er enginn annar en Jón Arnar sem fer það fremstir í farabóti. Freymi vinnur skallan. Og Arnar Daði reynir að koma honum upp en léleg sending og hann fyrir innkast. Þetta er dálítið saga leiksins, innkast, Káa heldur honum öftustu línu, langur bolti, engin færi. Ívar reynir langan bolta, finnur Bjarka. Út í hægra megin, Baldvin kemur overlapp. En sendingin frá Bjarka, jú, Baldvin nær honum, kemur honum inn í. Það er að Bjarki Mára sjálfsög sem kemur og skattar þetta frá. Orri Gústason átti lítið í Bjarka í þessum samskiptum. Baldvin einhvern steg á Petta, Petti heldur honum vel. Kemur honum aftur. Bjarki, Baldvin, kemur með hann inni með vinstri og skot frá Petta, fyrsta skot Káamanna, nei annað skot Káamanna marki og það fer auðveldlega í hendurnar á Aroni Snæ sem vantarlega grýtir boltanum upp. Reynir að finna Ragnar sem er sterkur í loftinu, vinnur skallaboltan móti Ívari en það er Hilmar Trausti komin undir og seinsa boltan í innkast. Þetta verður klárlega uppleggið hjá stólunum að koma með langa bolta og finna Ragnar meðan að þeir eru með vindin í baki allana. Langt innkast. Og það er skallað frá. Arnar Skúli með mjög langt innkast. Rángstaða. Það er klárlega fyrirháleik skríla á Káamönnum inn á heimavelli. Setja þetta í annan hundleðilegan fyrirháleik. Ívar og Kristján bjóðu sér tilbaka og spila stutt. Kemur hún vel út á Hilmar Trausta sem er einn á móti Óskari. Hallgrímur hefur komist upp með það tvisvar sinnum að fara alltaf sjálfur en ekki þetta skiptið og hér kemur Aron Pétur með skot en beint í hendunar á Aroni Snæ. Ólafur Aron, Pétur Óla. Aðeins minni Kálfa og grennri. Hér er Orri Gústas að vinna Bjarka Má í skallaæfingi. Hendi dæmd vantilega á, nei, aukaspyrna. Dæmd á Arnór Guðjónsson, skilur ekki neitt. Hér er að Hallgrímur Mar sem ætlar að taka þessu aukaspyrna. Aron Pétursson, spyrnu sérfræðingur, stendur yfir með honum en Hallgrímur frekjast og ætlar að taka þetta en Hilmar Trausti er mættur á og Hilmar Trausti
með þessu aukaspinnu en hún er framhjá. Já, Sigurður Sigursson heilsar ykkur í aflýsingu fyrir Egil, skreppa frá. Þetta er ekki skemmtilegt knattspyrnuleikur sem ég séð, en látum okkur gott duga þegar KA liðið okkar spilar. Tindastólsmenn þéttið tilbaka eins og Egil hefur komið inn á nokkur sem áður. Það er allavega stemming hjá sjötturinn og þráttur í norðan gadd. Hér er það Ívar Örn Aldarsson sem ber upp boltan fyrir KA-menn. Skiptingu verið að bjarga, þessi skipting var ekki alveg nógu góð og KA-menn missa boltan út af og Tindastóll á innkast á erfiðum stað. Og hér kemur það, það er Halldór Hermann beint að Halldór Hermann sem hefur nógan tíma með boltan. Hann hefur menn í kringu sig hvað að gera, hann kemur út og pakkar á Hallgrím, farið í bakki á Hallgrími, ekki dæmt, en Hallgrím svo sem ekkert að biðja aukaspyrnu. Kristján Freyr platar framherja stólana og KA-menn byrja uppspil sitt vel. Hallgrímur þræði boltaninn á Bjarka sem er komin upp að endamörkum og vinnur hornspyrnu. Hornspyrnuna tekur Hallgrímur sjálfur, enda gildi gamla góða reglan fiskar tekur. Það var enda Bjarki sem fiskaði hann, þetta var gekk ekki alveg fyrir mér hana. En hornspyrnan kemur hér, KA-menn fjölmenn inn í boxið. Hún er fín á nærstöðung og Baldvin flikkar hún áfram, en stólarnir koma þessu frá í tæka tíð og KA-menn vinna innkast. Baldvin Ólafsson, fjölskyldufaðir, tekur innkastið inn á gullfótinn og KA-menn byrja sóknina upp og nýtt. Hún kemur hægra með, mikið farið upp hægra með hjá KA í dag. Boltinn er inn á Pétur, hann upp að endalínu og vinnur hornspyrnu. Sókn KA-manna þyngjast og ég finn það hreinlega á mér að það er von á marki. Svona svipaði jafn örugt og Greta Salome farið áfram í kvöld í Eurovision-keppninni. Og aftur er það Hallgrímur, nei, nú er það Ólafur Aron sem ætlar að spyrna boltanum fyrir markið. Vindurinn setur virkilegan svip hérna á leikinn, en hér kemur spyrnan, boltinn er ekki kjörið, spyrnan er góð og þetta er Hilmar Trausti og Orri Gústafs. Náðu ekki til boltans, þetta var skemmtilega útfært. Ólafur Aron tók hornspyrnuna á ferð, en inn vildi boltinn ekki. Það er löng spyrna hjá markmanni Tindastóls og það verður samstuð hérna. Hér stoppar Vilhelm leikinn réttilega, enda höfumeisla að ræða og inn á er kallaður sjúkraþjálfari Tindastólsmanna. En það er strákurinn stendur á fætur og þeir takast í hendur, allt í mesta bróðerni hérna á KA-vellinum. Sjúkraþjálfarinn kemur nú samt inn á. Og samkvæmt kúnstarinnar reglum þarf Ragnar að víkja leikvelli og fá leyfi Vilhelms til að fara aftur inn á. Og þá er það dómarakasti góða. Og því er spyrnt alla leið aftur á Aron Snæ, markvörð Tindastólsmanna. Fannar Hafsteinsson, markmaður KA-manna, hefur haft lítið að gera í dag, kannski sem betur fer fyrir okkur KA-menn, en hér eru það stólarnir. Þeir sækja upp hægri kantinn, en það er Hilmar Trausti sem býr í þess að sókna baka aftur.
og baráttum boltan hérna við miðlínu 25 mínútur liðnar af fyrri hálfleik en markalaust hjá okkur á KA-velli. Það var að Baldvin og missettur sending og nei, hann sloppinn í gegn, leikmaður Vilhjálmur Kaldari sloppinn, Ívar til varnar, hann reynir að leika á Ívar og kemur skoti en þetta grípur Fannar Hafsteinsson. Þetta var eiginlega bara besta færi leiksins að mínu mati og það áttu Tindastólsmenn eftir miskilning hjá Baldvin og Kristjáni. En Fannar fljótur að koma boltanum aftur í leik og það Kristján sem ætlar að bera hann út úr vörðinni, gefur hann yfir á kollega sinn hinum megin, Ívar Donnarsson. Ívar kannski vanari að leiki í vinstri bakverði en leikur sem miðvörður í dag, vinstra megin, örfættur uppælinn Káa strákur, sonur Íslandsmeistarans Árna Freysteinssonar. Það var Hallgrímur, hann með hann hægra megin, boltinn vikið hægra megin á Káamönnum og við vinnum innkast. Baldvin með innkastið á Pétur. Pétur Heiðar reynir skemmtilega hlutarna en hann gengur ekki alveg upp. Halldór Hermann kemst í milli og stólarnir vilja brot en Vilhelm sér ekkert aðtuga eftir þetta. Og þá var Ólafur Aron. Leikur þarna skemmtilega á leikmann númer 17 Benjamin Jóhannes Gunnlaugsson. Það var Ívar og Orri í harkinu. Það eru fáir meiri iðnaðarmenn en Orri Gústason þegar kemur á fótbolta. Hann gjörsamlega elskar að vera í iðnaðinum. Fá hann í sig, klafsa, berja svolítið. Það eru hans einhvern orð. En Stólandi með innkast við miðlínu, þeir eru ekkert að fara fram með allt og marga, þeir eru ennþá 6 fyrir aftan við miðuna hjá þeim, þeir sækja á 4 mönnum gegn einhverjum 7 gulklæddum, vinna annað innkast, Eðvarð vissi sinni sök á hinni hliðlínunni. Já, ykkur til upplýsingar eru Þórsarar konir 1-0 yfir gegnum Völsungum á Þórsvelli. Reynir Már Sveinsson gerði mark Þórsara. En það kemur langt innkast og hér kemur það með vindin í bakið. Arnar þetta vilja koma frá hendi á Bjarka en fá ekki boltinn fyrir markið en Ívar skalla burtu eins og svo ofta áður réttum á réttum stað. Það var Hallgrímur, nú spurning hvað KM geta gert rætt. Hallgrímur hægir aðeins á þessu, nei, finnur Halldór Hermann sennilega á miðjunni núna, nei, fer sjálfur. Jú, fann Halldór þarna, og þá var það Bjarki, út á Orra. Orri með hann hérna upp hægri kantinn, ætla bara að fara sjálfur inn á miðjum væntanlega að reyna að fiska hotn. En markspyrnan daginn, boltinn hefur komin út af þarna við endalínuna vestanmegin. Fyrir áhugasama má minna á að KA leikur næsta leik sinn í innkassadeildinni á Laugardegi gegn Haukum á Ásvöllum. Leikurinn hefst á þeim skemmtilega tíma 17:15. Hann átti upphaflega hefst kl. 4 en vegna úrslita innvíðis Hauka á Aftureldingu í handbolta hefst hann ekki fyrir en 17:15. Við hvetjum alla KA-menn í Reykjavík og annar staðar á landinu að fjölmenna á völlinn. Hér Ívar, hann 1 á auðum sjó, fær á sig pressu núna, finnur þræði boltar í miðun og þar Hallgrímur, tekur hann niður, nú eru 4 á móti 5. Hvað gerir Hallgrímur? Út á Orra og kemur Hilmar Trausti í overlappið, Orri fer sjálfur með skot á markið en þetta létt fyrir Aron í marki Sauðkrækinga. Þarna það skemmtilegt atvik, Aron skallaði hendina á Hilmari en Vilhelm segir play on. Það meiri vindur kannski en fólk gerir sér grein fyrir, hann blæs ansi stíft að sunnan og er farin að hafa áhrif á leikinn. Hér nú baráttum boltan, Hallgrímur fær aukaspyrnuna. Þá taka áhorfandi við sér enda þeim jafnvel farið að kólna þrátt fyrir að kvöldsólin ylji mannum hjartarætur. Hér slæm móttaka hjá Bjarka en KM minna boltan aftur að gera í Baldvin og Pétur vil fá hann, Pétur farin í lappir. Hann hefur smá tíma á boltanum. Hann finnur einhverja leið þarna í gegn meðan á Halldór sem ætlar að reyna framlengingu Orra en gekk ekki eftir. Stólarnir ætla að sækja hratt, Kristján í smá vandræðum en þetta hefst. Ólafur Aron, hann góður spyrnumaður en gleymdi að reikna með vindinum og þetta beint í fangið á Aroni Snæ í markinu hjá
gestunum. Hallgrímur fær á sig pressu. Hallgrímur nýtir sér oft að fá á sig mennina, hún finnst það gott, þrýst vel á því. Hann er með boltan út á Hilmar Trausta. Hilmar með fyrirgjöf, þetta er góð fyrirgjöf. Pétur aðeins og seinni í bóksið. Hér það Stólar KM pressa vel. Hún þarf má sprengju í KM, það er eins og pínu hálfkáksbragur á KM-unum hérna í fyrri hálfleik, hálftími liðin að leiknum og ekkert mark komið ennþá. Vindurinn tók vel hér spyrnu, það er Hallgrímur. Hann vill komast í fyrirgjáfa stöðu en vinnur innkast og þetta sennilega gæti ekki verið á hættulur í stað því að við erum með innkast sérfræðingin Ívar Örn, en hann Hilmar Trausti sem virðist að taka þetta, en það sem meðvindurinn það mikill að Hilmar ætti að geta komið sér langt inn á tegin. Nei, það er Ívar sem ætlar að grýta þessu og takið nú vel eftir áhorfendur góðir. Ívar var handboltamaður lunginn á yngri árum, þrátt fyrir að vera ennþá ekki nefnum tvítugt og sjáu þetta. Þessi kemur langt inn á tegin og Pétur kemur hann áfram og það er skot frá Hallgrími en það er rétt framhjá. Já, það þarf ekki mikið til að glæja mann eftir svona 30 mínútur. Þetta var nóg. En hins vegar er erfitt að gera sér grein fyrir. Þetta er kannski erfiðar aðstæður með sterkan sunnan vind. Hlíðarvindur á völlin. Pétur Heiðar vinnur seinni boltan. Bjarki vill fá hann í hlaupið og Baldvin líka. Baldvin er hann svolítið einn á kantinum. Nú er komið Pétur og Bjarki er hann inn á teignum, vill fá hann. Pétur leikur sér aðeins með hann, dansa með hann út á Ólaf. Ólafur skiptur yfir til vinstri, það er Orri í iðnaðinum. En þessi sókn KM-manna rennur snögglega út í sandinu hún var til. Langt útspark sem að Baldvin skallar beint upp í stúku. Jú, Siffa var ekki langt frá að fá þennan í sig en hún ráð koma sér fyrir í stúkunni. Þetta er rjúkandi kaffibáta. Stólandi með að ég tel fyrsta innkastið sitt hérna með hann á vellinum. Ég gæti verið að fara með rangt mál. Og hér fær Halldór Hermann tíma boltan, kemur hann fram með Orra. Orri með mann í bakkinu, þetta leiðast honum ekki og hann er ennþá með mann í bakkinu og já, hérna hlýtur hann á aukaspyrnu. Nei, við fáum innkastið samt. Það er sárabót. Hallgrímur uppi með Bjarka með sér, Bjarki fyrirgjáfa stöðu. Tindastólsmenn eru mjög grimmir og gefa KM ekki tommu eftir. Það verður að hrósa þeir stólunum fyrir þeirra leik en þeir hafa ekki gefið tommu eftir. Og hér fá þeir aukaspyrnu. Ólafur Aron Pétursson brýtur á hann Ragnari og fær tiltal frá Vilhelm. Villi vill ekki sjá svona. Hér er tækling frá Orra og mér sýnist Villi hann svona gæli við gula spjaldið. Óþarfa brot, ég held að hann hafi ekki verið vilja verk og var ég að reyna við boltan hann. En hins vegar lítið í gangi og kannski óþarfi við að brjóta þarna. Túfa reynir að kveiki sínum mönnum á hliðalínunni. Það er annað hvort það eða hann sé að stíga regndans, ólíklegt samt.
Aukaspinnan, Hilmar skallar frá, hér er Halldór Hermann með tíman boltan. Þetta er Hallgrímur, byrst afsökunar á þessu. Það eru áþekkjur á velli, báðir mjög myndalegir. Kemur sendingin á Bjarka, Bjarki fær hérna smá tíma. Hilmar Trausti í fyrirgjafastöðu, kemur út í tegin en þar er engin káamaður, engin gulklæddur. Stólarnir komunum frá en ekki langt. Ívar aftur upp í hotnið, nú er spurning hvort að Hilmar sé rangstæður, já. Birgir Þór Þrastason, röggsamur aðstofadómari nr. 2. Flaggar hér rangstöð og skipti í sér flagg. Nei, hann er að lendi frá vandana með flaggið. Jú, þetta er komið hjá honum. En gaman að segja frá því að tríóið hér í dag er allt akkurist. Já, en búsettur á Akureyri þrátt fyrir að vera frá Seyðisfirði. Ólafur Aron með skalla. Þetta er svona pínu kýlingar. Aðstæðan kannski bjóða ekki upp á mikið. Fannar með öruggar hendur á boltanum. Kemur nú að Kristján Freyr. Kristján með tíma. Finnur Baldvin út á kanti. Baldvin á Kristján. Kristján er ennþá með tíma. Finnur Baldvin. Og Baldvin upp á Bjarka. Bjarki nær boltanum. Nú gæti eitthvað gerst. Kemur Baldvin, hann sendir á Pétur. Pétur með gríðarlegan gullfót sem getur gefið boltan og skotið á marki. Hann kemur út í tegin og þar er Ólafur Aron með skot með vinstri og þessi rétt framhjá. Skemmtilega útfærð sókn frá káamönnum. Og minnstu mátti muna að við uppskærum mark. Boltasækjarnir eins og að fögnu, þeir fengu aðeins að hreyfa sig, kalt þarna bak við markið. Næsti heimaleikur káamanna er síðan 21. maí. Það er laugardagur, klukkan 14:00. Þá koma nýliðar innkassodeildarinnar frá Seyðisfirði, Huginn í heimsókn. Athyglisverð rimma það. En það er innkast sem stólarnir eiga og þeir eru með 4 fram fyrir miðju. Og fá aukastspyrnu. Þetta er það sem stólarnir vilja og það sem Túfa vill forðast. Að stólarnir sé að fá först leikæti, þeir eru með stóra og stæðilega stráka og eru örugglega búin að eyða bróðurpart vikunar í að æfa þessi förstu leikætriði. En þeir setja hér 5 menn inn í box, þannig kemur 7. maður hlaupandi inn í boxið, 1 fyrir utan og þeir ætla sig greinlega nýta sér þetta. Káamenn koma dekningun á stað, Fannar spillir upp vegg, mætti setja derhú á Fannar, ég viðurkenni það. Þessi er skallað frá, vindurinn tekur hann og það er klafs í tegnum. En Bjarki tegir síðan ekki komin frá og kemur hann frá hér með. Og þessi beint upp í stúku. Frábær móttöku á stúkunni. Nú eru 2 boltar í leik. Orri sýnir skildu og setur annan út af. Það er enn eitt innkastið. Skemmtilega útfært hjá stólunum en móttakan ekki góð og nú eiga káamenn innkast. Baldvin tekur innkasti. Finnur Kristján og það er sama útfærslega á káa, þetta er skemmtilegt. Yfir á Ívar. Ívar upp á Ólaf Aron, nú taka áhorfandi við sér 7 mínútur eftir að fyrir á leik eða tæpar 7. Ívar á Kristján. Kristján upp völlin, langur bolti. Of langur fyrir Bjarka og Birgir lyftir flagginu til merkis innkast. Þá það stólarnir. Það er væntanlega dæmt hendi þarna. Nei, Vilhelm lætur leikinn halda áfram, rétt ákvörðun hjá honum. Pétur með nokkra snertingar. Finnur Ólaf Aron, nei Hallgrímur yfir á Bjarka. Bjarki nær að kontróla boltan inn í tegin en káamenn ekki nóg aggressífir. Vantar pínu upp á svona, já, baráttuna. Baldvin með fyrirgjöf með vinstri, þessi geti dottið en það er skemmtilega fyrir káamenn. Það er skalli hjá stólunum og þessi er í hornspyrnu. Ég er hreinlega ekki komið með tölu á fjölda á hornspyrnu káamanna en það væri nú gaman að fara að fá okkur út við þeim. Flestar er á móti vindi, það getur verið erfitt að ná honum 6 stykki á hornspyrnum. Sagði kollegi minn hér
Aðalsteinn Dragon Halldórsson. Og það Hilmar Trausti sem ætlar að spreyta svo hotspyrninu núna. Boltinn vill ekki vera kjura. Spurning hvort að einhver noti gamla triksi og koma að halda í hann fyrir hann. En hér kemur spyrnan. Hún á fjærst, hún á leiðin inn! Hæ! Hér vilja KM fá mark hreinlega. Og stólarnir vilja fá aukaspyrnu, kannski réttilega líka, en þeir vilja meina hafa brotið á markmannunum. En ég get sagt ykkur það að Hilmar Trausti ætlaði hreinlega að skora úr hotspyrnunni. Hann fær 10 fyrir effort allavega. Svo KM heldur áfram. KM að bæta í pressunum núna. En hér flautar Vilhjálmur. Og ég veit ekki hvað hann að fara að dæma. Hann allavega fer í vasan. Og hann dæmir já. Ekki veit ég hvað fór hér fram. Enda einungis faðir minn sem dómaramenntaður. En þetta var sennilega hárrétt hjá honum, ekki mikið mótmæli hjá hvorugu liðinu. Kristján, hann með boltan, fær mann í bakið. Og slök sending á Kristjáni. Halldór vinnur upp skítaboltan hana. Og Ívar með langa sendingu fram. Þetta var svona óvænt sending. Orri í harkinu. Og hann ennþá í harkinu. Jú, fær hérna smá töðsörgla hnýja í lærin. Hún finnst það gott. Baldvin með fyrirgjöfina. En Bjarki skalla frá. Og þá það Halldór. Halldór og Baldvin vinna vel saman. Bæði innan sem utan vallar. Halldór með fyrirgjöfina, hún ekkert sérstök, en stólaði lendir frá vandræðum að hreinsa hana. Og nú kemur hreinsunin Ívar með tíma og skallar hann fyrir lappirnar á Pétur og Ólaf. En nú kemur alveg hreinsun og þetta fer nánast í hausinn á Móða gamla. Við tækifæri að ég endursýnum á hotspyrnuna. Hér hún og þetta eiginlega ótrúlega tilraun hjá Hilmari Trausta. Gaman að þessu, gaman að geta komið með endursýningar. En við erum komin aftur live, þið mistuð ekki að miklu áhorfendur góðir. Hér aukaspyrna hjá stólunum, ekkert verður úr henni, KM sterkir í loftinu. Orri fær aukaspyrnu. Styttist í hálfleik. Þá það Hilmar, Hallgrímur á miðju, Ívar. Það gaman að segja frá því að á bekk KM-manna annar ungur strákur, Áki Sölvason. Ungur eðlilegur strákur fæddur 1999, kom úr 3. flokknum. Spilaði nokkra leiki með KA í undirbúningstímabilinu og skoraði nokkuð mörk. Mjög marksækinn og mikið markanef. Það spurning hvort að hann fá að spreyta sér hérna í markaþurðinni í seinni hálfleik. En aðri leikmenn á bekk KA Arnsteinn Kumur, Hrannar Steingrímsson, Alexander Tríninsits, Dagur Rúnar Bjarnason, Almar Ormarsson og eins og kollegi minn Egill sagði áðan, Aron Dagur Birnusson. En það ætti ekki að koma mörgum óvart vegna sunnanáttarinnar boltinn farin að vera ansi mikið úr leik hérna norðan megin á vellinum. Og nú taka áhorfendur við sér. Það var greinilega að hvetja menn til að setja eitt fyrir leikhlé, en það rétt rúm mínútu í hálfleikinn. Það kemur innkast. Baldvin skallar burtu. Pétur með hann. Finnur Orra. Orri inn á Hallgrím, en boltinn upp í stúku, lendir hérna, já, einhver fær hann í hausinn, en sleppur til. Ég vona að spá mín hafi verið, ég sé sannspár Eurovision en markið hérna í hann fyrir hálfleik. Aron hikkar útlöpinu, þetta Halldór Ármann og hann lítur að verja með hendina á marklínu, dómari. En hvorki Vilhelm né Birgir sjá þetta. En nú spurning hvort að tæknimaðurinn minn geti endursýnt þetta og ykkur áhorfendur góðir. En fyrst fáum við kannski að sjá innkastið sem KA fékk.
Þessi fannst mér vera, já, eins og ég segi aftur, ekki er ég dómaramenntaður. En þetta leit út fyrir að vera hendi. En innkasti og við missum boltan út af og það er markspyrna. Já, við fáum endursýningu á þessu. Þetta sést ekki kannski nógu vel, KR stendur þarna fyrir. En, jú, það er erfitt að segja. En ef hendi hefði verið að ræða, að þá er það mjög einfalt að þetta hefði verið víti og rautt spjald, tvöföld refsing. Og KR hefði verið einu manni fleiri. En eftirminnilega í bikarleiknum í fyrra fengu Dalvíkingar rautt spjald snemma leiks gegn KR og spiluðu 10. Önnur skemmtileg staðreynd þann leik að Pétur Heiðar Kristjánsson lék þann leik með Dalvík en hann byrjar og leikur með KR í dag. Hér er Kristján, hann er í pínu vandræðum og þetta er Ragnar sem vinnur boltan. Nú þurfa KR að fljóta baka. Kristján reyndar fyrstur tilbaka, þetta er að menna að gera þetta boltanum. Ívar stendur fyrir, þetta er hornspyrna. Þetta gæti og verður á öllu líkindu síðasta spyrna fyrir hálfleiksins. Hornspyrna sem Tindastóll eiga. Klukkan er komin 46:45 og það fer að koma hálfleikur hjá okkur. Og hún ratar ekki inn á og þá býst ég við að Vilhelm setji flautun í munnin og flauti af hér við fyrsta tækifæri. Jó, hér kemur, en við ætlum að sýna ykkur hendina aftur. Látum okkur sjá. Hér kemur það kemur boltinn fram hjá Aroni. Jú, hann ver þetta hreinlega með hendinni. Þetta er, já. En, já, áhorfendur góðir, það er komin hálfleikur, við ætlum að fá okkur kaffi og við biðjum ykkur að vera vel með á nótunum hérna með okkur í seinni hálfleik. Staðan í öðrum leikjum, kannski réttar enn yfir að Njarðvík er að vinna Selfoss, stilt fyrir neðan 1-0, Leiknir er að busta Létt í 3-0, Haukar er að busta KFR 4-0, Skallagrímur heldur ennþá 0 gegn Keflavík, Höttur og Huginn er að gera jafntefli í nágrannaslag 0-0, Hvíti Riddar heldur í HK 0-0, Þróttur Vogum er að tapa fyrir Gróttu 1-0, Örninn er að gera jafntefli við Grindavík 0-0, Þór að vinna Völsung, Fram er að vinna Afturhaldningu og nágrannaliðin Fjarðabyggð og Sindri er að gera jafntefli. Við tökum okkur pásu. Hvernig var þetta þessi hendi þarna? Það var bara púra hendi.
Já, verið velkonir aftur að viðtækjunum áhorfendur góðir. Við förum að hefja hér síðari hálfleikinn. Sem fyrr leikstaður Iðagrænn K.A.völlur 10. maí 2016. Önnur umferð bikarkeppnis Borgunar. Hér eiga sér lið K.A. og Tindastóls markalaus fyrri hálfleikur og 10. víll með meiru. En eins og Skáldi sagði, bráðum kemur betri tíð. Og við vonumst eftir að sjá mörk í síðari hálfleiknum. Það er engin spurning. Vilhelm Matason er tilbúinn að flauta hér síðari hálfleikinn á. Hann er 45 mínútur eins og svo fyrri og taumlaus skemmtum framöndan. Hér hefst hann og það eru stólarnir sem byrja með boltan. Mér sýnist í fljótu bragði engin breyting hafi verið gerð á K.A.liðinu. Nei. En það tók okkur heila 14 sekúndur að vinna hér hornspyrnu. Við erum eins og sem fyrir með sterka sunnanátt. Setjum sinn svip á leikinn. Hallgrímur tekur hornspyrnuna. Og hér kemur hún er inn í miðantegin og Aron Snær missir bolta. Þetta er vandragangur og það er villi dæmi brot. Jú, markmennir fá oftast brot þetta inn í marktegnum og lítið út á það að setja. Við myndum heimta nákvæmlega sama hinum megin. Hér kom allir endurnærðir eftir kaffi og kleinur í hálfleik hjá kaffikonunum okkar góðu. Áhorfendur fara að tína svo á völlin. Sýnist villi vera að gefa boltastrákonum leiðbeiningar staðsetningu og annað. Þeim er vorkunn. Það er ekki auðvelt að standa hér kjur í þessum bylmingsvind. Aron spyrnir frá marki. Og þær eru ekki að langorði fyrir hálfleik þegar hann var með svona skávind með sér. K.A. vinnur boltan. Orri í innanum. Setur pressu. Petti með honum. Orri vinnur boltan á Pétur. Petti tapar boltanum aftur og vinnur síðan innkast. Þessi við svona að fara í langt suður til plani. Norðvestir afsakið. Innkasti tekur Hilmar Trausti. Móti vindi, það verður sennilega stutt í lappir. Hallgrímur fær hann í lappir. Og Hilmar gefur hann fyrir móti vindi. Þetta eru stór hættulegi boltar með vindin. Það er ekki hægt að reikna hann út. Það er bara spurning hvar hann lendir. Það er Bjarki. Þetta er væntanlega að henda Bjarka. Jú. Þarna dæmdi hann hendina. Og Orri fær tiltal væntanlega fyrir að hafa sagt einhver velvalin orð. Sennilega ef við myndum giska hvað Orri hefði sagt þá það er eitthvað minnst að atviki á hann þegar K.A. gerði tilkall til vítaspyrnu. En það er Aron Snær hrækir í hanskana og spyrnir fram. Og þessi beint út af og yfir stúkuna. Þetta er skemmtilegt. Birkir Pétursson formaður sjöttarinnar tekur boltan. Og hér er komin annar bolt í leik. Nú er algjörlega krúsjál sérðu. Já, strákurinn kastar Hilli með 2 bolt í leik. Þetta slapp til. Pétur fær hann. Misjöfnum móttaka. Hilmar aftur og nú er það Pétur aftur. Nú tekur hann betur við honum. Með 2 í sér. Og þetta yngastega stólarnir sem að einhverju K.A. voru ekki sammála en það er fínt að vera sammála með ósammála. Nei, hér kemur hætturspark frá Halldóri og Ragnar grípur andlitið. Nú vorum að sé í lagi með hann. Hann staðinn upp aftur allavega. En áhorfendur góðir, ég get glatt ykkur með því að okkur tókst að vinna hér bug á tæknilegu vandamáli í hálfleik og við erum konum með lýsanda, við erum konum með 2 mæka í gang, þannig að Egill Ármann hefur snúið tilbaka í skyldustörfin. Loksins. Búinn að taka aðeins að gaspra eftir að hafa verið mjög þögull. Sem var mjög gott enda fyrir hálfleikur bráðdugur og var að ganga frá mér. Og ekki oft sem að ég er þögull, þannig að það var fínt. En hér erum við í kunnlegri stöðu, K.A. með boltan í öftustu línu. Ívar Örn yfir á Kristján. Egið kaffi var allavega gott í hálfleik. Kaffi var mjög gott
En það hafa þær sjaldan brugðist. Kaffikóluna góður. Hér er Ívar Örn á Hilmar. Það má segja að Hilmar sé öllu vanur svona vindum, en það spila hann lengi á Rokkvöllum í Hafnarfirði. Ég held að vera kallað Blásvellir. Blásvellir, það var nokkur nöfn. En þarna var tæp sending og... Nei, þessi skemmtileg! Arnar kemur boltanum hérna bara beint í húsið. Stafnin á húsinu. Nýbúið að setja upp nýtt káamerki á söðurstafn íþróttahússins. Mjög fallegt, tignalegt. En Aron með markspyrnu. Það er spurning hvað stólarnir gera ef að KM ná að brjóta sig í gegn og ná einu marki. Já, en því lengur sem K er að brjóta í sinn, því erfiðara verður það. En það er klárt að með við varum að bekk KM að Túfa þorði nú ekki alveg að tefla fram alveg nýju liði eða nýjum hóp. Hann hefur svona kanónur á bekknum sem að gætu komið inn og festa þessu upp á leik KM-ana. Já, mér sýnist nú bara hreinlega Áki Sölvason vera að gera sér kláran að hinum meginn ásamt Alexander Trinsits eða Áki er að gera sér kláran. Áki er nokkuð klár og hann virðist vera að fara að hita upp. Já, en þeir eru nú allir að hita upp KM-strákarnir. En sjáum hvað setur. Hallgrímur. Nei. Þeir vinna boltan. Benjamin tekinn hérna niður. Aukaspyrna dæmd. Tekinn hratt og önnur. Og hér liggur Arnór Guðjónsson líka. Þeir liggja. Það er bara svoleiðis. Það er nú ekki fyrsta skipti sem að Arnór fellur í leiknum. Nei, en eins og ég var að koma inn á þann, því lengur sem KM er að brjóta í sem því meira vex sjálfströst gestana og þeim vex ásmegin. En þeir er líka bara búin að spila leikinn bara býsna vel. Já, þeir eru búin að, ég myndi segja að Stefán, þjálfari Tindastóls, hafi sagt í hálfleik bara að leikplani væri búið að ganga upp eins og þeir lögðu upp með. Og þeir hafa fengið 2-3 sjensa sem þeir gætu hafa nýtt betur. En svo er líka bara spurning núna, hvað ætlar að gera með við vindátt, að það kannski gæti hamlaði maðins núna. Já, en það er spurning hvort að KM-menn er að reyna. Sjáðu, hérna kemur uppspil, flott uppspil, Halldór með hann. Hægri kantinum. Pétur með honum vinstra megin og Bjarki úti. Baldvin. Bjarki sækir á, þetta er skemmtileg. Gaman þegar menn þóra að fara á. Arnór vinnur hann. Bjarki náttúrulega ungur strákur. Efnilegu mjög. En það er Pétur, Heiðar. Gullfóturinn, það kemur ekki óvart að Pétur myndi skora í þessum leik. Nei, það kemur jafn lítið óvart eins og að Greta Salome færi áfram í kvöld í Eurovision. En þeir ætlum að rjú útsendinguna eftir þegar hún er að syngja. Já. Einmitt. Hérna er Aron með markspyrnuna. Frábær markspyrna. Ólafur Aron Pétursson með skallan, en Hallgrímur reynir eldan nær hún ekki. Öllum óverum fyrir boltinn út af norðanmegin á vellinum. Benjamin í baráttuna við Hilmar og fellur við og... Förum andlitið. Hann virðist sárþjáður strákurinn. Villi gefur þessu lítinn gaum. Það er spurning hversu marktækt þetta er, en þetta er í 4. skipti sem hann fellur í leiknum. Allavega voru Villi og Birgir í ágætis aðstöðu til að sjá þetta ef eitthvað hefur verið, en... Það hafa allavega einhverjir pústrar voru í gangi. Já, hann stendur upp strákurinn, það er gott að hann sé heill á húi allavega. Og þeir takkast í hendur og líkt bróðinni. Þetta verður ekki vera mikið með við upptökur. En leikurinn heldur áfram, henni er Halldór Hermann. Benjamin tekur hann niður. Svo kallað hefnibrot. Enda sárþjáður hérna fyrir nokkrum mínútu síðan. Ekki innan við mínútu. Halldór virðist hafa meitt sig í sjúkraþjálfarinn sjálfur. Spurning hvort að fara í meðferð á sjálfum sér á morgun. Mögulega, Guðmundur líka til taks ef að til þarf. Þetta er Ragnar, hann vill ekki að KM takja þessu aukaspyrnu á þessum stað og hann er á gulu spjaldi, það má ekki gleyma því. En Vilhelm Adolfsson gerir hér vel og ræði við hann, enda óþarfi að reka hann út af. Já, eitthvað fyrir eitthvað svona. Halldór haltrar hér völlinn.
Káamenn eiga Trínið á bekknum og Nkomo. Já, það er nógur kraftur á bekknum hjá Káa. Það er spurning hvaða leið þú fyrir á eftir, en Hér er Rúnar Már. Kemur út á Vilhjálm Kaldal. Og hann hliður í skot en Halldór Hermann er fyrir. Og Fannar handsamar knöttinn. Þeir hafa skipt allt í hlutverku Fannar og Rækó. Fyrra var Rækó bikar Rækó en núna er það Fannar sem að tekur það að sér. Rækó byrjaði fyrsta leik Káamanna í inkassodildinni á móti Fram sem er mitt Káamenn unnu 3-0. Hér er það Pétur, nei, Arnór fer hann í bakkið. Bjarki, nú vantar smá, afsakið orðbræði, vantar smá græddu í Káamenn. Hann vantar smá líf og hérna smá killer í strákana. Ég vil bara sjá meiri baráttu og meiri vilja. Hallgrímur hugsanlega komast í gegn. Hallgrímur, hann Meðan á vinstri, kemur honum, reynir að koma honum út á Hilmar Trausta en spurning hvort að Hallgrímur hefði getað hlaðið skotið þarna, hann var í kjörstöðu. Já. Orri Gústafs er ennþá inn á vellinum, það er spurning hvort að Áki Sölva eigi eftir að leysa hana, Orri ekki oft þekktu fyrir að vera 90 mínútna maður. Nei, það er spurning hvort Orri sé betra standur á stað, hann er búinn að heppa með meiðsli og lítið meiddur upp á síðkasti. Þetta er náttúrulega strákur sem Það er ekki aðalega þegar hann tók ekki undirbúrstímabil. Já, gæti verið. Strákur sem er í skóla, búinn að vera skóla í Bandaríkjunum. Nei, hérna er slæm sending að Káa. Sendinguna yfir á Vilhjálm Kaldal en Kristján Freyr fyrir til. Setur þennan suður í Hjallalund að mér sýnist. Lundaskóli blokkar. Stólarnir verið mun ferskari í dag heldur en á móti Dalvík í fyrstu umferð bikarsins. Fá hér aukaspyrnu. Enn og aftur, þetta er eitthvað sem Káamenn vilja ekki. Stólarnir fara helst ekkert fram fyrir miðju með nema 4 menn í einu nema þegar þeir eiga först leikatriði. Bjarki Már skríður hérna inn í teginn. Ívar Örn ætlar að dekka hann. Bjarki stór og sterkur og þekktur skallamæður. Spurning hvort að þeir reyni ekki að koma honum yfir á Bjarka og hann eigi að koma honum inn í bóksið aftur. Það sem að Rúnar Már er líklegur. Já, þetta er náttúrulega eins og með vindin í bakki, fyrirgefðu. þetta er stórhættulegur staður og hér kemur spyrna, Fannar eignar sér teginn. Ég vona að hér hafi ekkert alvarlegt gerst, nei, þeir allan að hreyfa sér báðir, það er jákvætt. Lendi í samstöðu og Káa fær þessa svokölluðu manns aukaspyrnu sem að flesti fá hann inn í marktegnum. Sjaldan dæmt á markmannin allavega. Sjaldan dæmt, það er Fannar Örn sem að lendi hann í samstöðu við Fannar Hafsteinsson. Fannar Hafsteinsson skartar einstaklega fallegum stert. Já, Fannar er bara einstaklega fallegur maður. Kristján. Halldór. Pétur. Baldvin. Innkast. Þetta fagmannlega lýst Siguróli. Þakkaði fyrir kollegi. En þeir gullfóturinn kemur honum á Halldór og Hallgrím spila hérna stutt og vel á milli sín. Pétur er með hann nú til að hæra með reynir að koma honum fyrir og þær er Orri Gústafs en Bjarki bjargar. Tröllið, Þetta var góð sending. dýrið. Bjarki Már kemur honum frá, hér er Bjarki Þór sem er reynir að koma honum út í teginn en Kristján vinnur hann aftur. Já, þetta var allavega, þetta var fínt hjá Káamönnum og bara góð vörn sem Bjarka að koma þessum bolta frá. Þetta var fín fyrirgjöf og Orri var mættur. Þokkalega vel staðsettur. Já, en við býðum enn eitt fyrsta Óla markinu. Aron, hann er til að sveifla hægri fætinum og hvað gerir hann? Hann er tilbúinn að hlaði skot, hann kemur hann á Orra Gústafs. Bjarka Gústafs, nei. Sölku Gústafs. Sölku Gústafs. Og þessi endar í inkasso. Og Tindastóll eiga innkast, ekki það fyrsta í dag. Arnór Daði, orðinn þreyttur í upphandlegnum, öxlunum og brjóstinu á öllum innkastunum. Sýnist þarna Almar Ormarsson vera að skokka, jú, á greip bolta með þess hana, spurning hvort að Almar og svo er það Áki líka sem vera að skokka átt að vara með bekk á það.
Það er spurning hvort sé tvöföld skipting í vændum, þú var búinn að sjá nóg. Mögulega Orri Gústafs og Halldór Hermann sem að getur verið að koma að leikvelli. Jafnvel Orri og Pétur. Pétur náttúrulega einstaklega markheppinn maður, hann að óþarf að taka hann út af. Já, ég er svo sem sammála því. En Pétur Heiðar á einmitt mikinn þátt í því að þið eru að horfa í dag. Kristján Freyr kemur honum yfir á Ívar. Dorri. Sjáum að leikskipulag stólana, mjög góð, hreyfa liðið sitt vel og þéttir varnarlega. Sjáum að Pétur dottir hann svolítið niður. Ber hann upp. Þetta er rætt uppspil hjá Hallgrímur, hvað gerir með skotið? Hann skýtur í hælan á Orri Gústafs, fær hann aftur. Frimmi reynir að dreifa honum inn á Orri Gústafs. Þetta er hárréttur dómur, Eðvarð vel með á nótunum. Almar er kominn úr og hann er væntanlega að koma hér inn á. Áki hins vegar fær hann aftur í uppbytun. Spurning hvað hérna Almar á eftir að koma með í leikinn. Já, ég ætla að vona að sé í leikljum. Það skulum vona það. Takkast kom ég vel. Kámen falla aftarlega á völlinn. Aron Daði Aron Snær fyrirgefur kemur með langan bolta en Óskar Smári nær ekki til hans. Innkast sem Kámen eiga. Þá kemur skiptingin. Það er DJ Dorri, Halldór, Hermann. Eða hvað? Nei, Kristján Freyr Óðinsson og Pétur er að detta niður í miðvörn. Þetta er svo sem einhverju þetta óvænt, en Pétur er ótrúlega fjölhæfur leikmaður og getur leyst margar stöður. Það er klálega að Túfa er að leita eftir betra uppspili. Já, það er betra uppspil því að við höfum verið í allt og löngum boltum og verið að fá hann lítið í lappir og Ég held við höfum ekki séð Pétur Heiðar senda háan langan bolta í dag. Nei, á meðan Kristján var svolítið þurfa kannski að sýna hversu gott gameplani hefur verið hjá stólunum að Kristján sem er mjög sterkur varnarlega hefur verið svolítið settur í að bera upp boltan og verið að þrjú svona langt fram. Já, ég er sammála því. Og sama sinnis hefur Bjarki verið í vandræðum hann úti hægra megin að koma sér í ákjósileg krossfæri. Já. Þegar Pétur strax fann að bera upp boltan. En það er spurning, Halldór Hermann fellur niður í stöðu fyrir hann, Ragnar, þeir hafa kljást mikið í leiknum, verið að kljást þeir félagar. Pétur Heiðar minnir á Boris Lumbana þegar hann dripplar boltanum pöllin. Þetta er Aron, Ólafur Aron. Slöksending. Hallgrímur í skotfæri. Koma sér í skotfæri og hvað gerir Hallgrímur? Þeir komast vel fyrir, þetta var ágætlega gert hjá Grímsab. Orri náði vel fyrir. Orri náði ekki að gera sér nægilega frían. Hér er það Óskar Smári sem að vinnur innkast. Það er spurning hvort sé að fara að draga stólunum, Egill. Þeir náttúrulega búin að spila núna 62 mínútur og búin að vera elda svolítið mikið. Það virðist vera minni kveikið þráði fram á við hjá þeim enn í fyrri hálfleik. En samt að það er spurning hversu þreyttur eru að því að fæslunar hjá þeim hafa verið það góðar að hlaupin hafa verið mjög lítil í rauninni fyrir hvern einasta mann. Rétt. En þetta er mjög slök útfærsla hjá aukaspyrnu hjá Hilmar Þórs. Þetta er kæruleysi ekkert annað. Fyrir og þar er Rúnar og hann kemur honum í markið. Ragnar Þór. Hann er að skora fyrir Tindastól. Benjamin með frábæra sendingu. Það sem að Ragnar Már setur hann innanfótar í hornið. Og það eru Tindastól sem eru komnir með forystuna. Þetta er bara herfileg mistök hjá KM-mönnum, mistök í öftur til línu sem að gera það verkum að stóðandi fá fría fyrirgjöf og fagmannlega klára hjá þeim. Benjamin tekur hann, krossar vel fyrir. Alls ekki verðskuldu forysta en KM-menn hafa því miður bara ekki átt neginn opin færi. Nú er spurning hvort þetta sé dínamitt til kveikju okkar mönnum eða hvort að þetta sé bara... Það er í rauninni 20 stöðunni Siguróli að það er að nú falli stólarnir aftar á völlin og gerir KM-mönnum enn erfiðara fyrir eða þá að þeir falli aftarlega og bjóðu hættinu heim. En staðreyndin er svo að staðin er 1-0 fyrir gestina og nú
ef að pakki var þéttur Orri Gústason er að skora! Hann er að skora! Vílíkur iðnaðarmaður. Orri Gústason er að skora hérna 1,5 mínútu eftir mark Tindastóls. Eins og skáldi sagði, Adam var ekki lengi í paradís. Fyrir Káa, Frábær Orri. Gústason! Kössa. Þetta er tímamóta mark fyrir Orra Gústason að hann er ekki að skora eftir kláss. Já, þetta var bara skemmtilegt, það er, en mér finnst samt, sko, staðan er 1-1 hér til 64 mínútur, frábært, við skildum ekki láta stólan ná að endurskipuleggja liðið sitt og þéttast tilbaka, en af hverju þurfum við markegir til að kveiki í okkur? Mér finnst það er mjög erfitt að segja, Siguróli, en þetta hefði að sjálfsögðu geta verið mun verra ef að stólarnir hefði geta haldið þessu í smá stundi viðbót. Já. Og við getum rauninni skrifað þetta á eintóma heppni. Já, eintóm heppni eða karakter, eða bara vonandi eftir þessi karakterin, en hérna er önnur skerfileg sending. Stólarnir eru ekkert hættir. Þeir... Hrannar Björn Steingrímsson var að koma hérna inn á hægri kantinn fyrir Bjarka Þór. Og Hrannar, hann nennir að berjast, ef ég þekki minn mann rétt. Já, Hrannar minn er hrikalega flottur leikmaður og búinn að bæta sér mikið í fyrirgjöfum í vetur, eins og kom fram í síðasta leik. Já, og er að fá tækifæri hérna á hægri kanti, þetta er svolítið skemmtilegt, hann er náttúrulega búinn að spila bakvörun og spilaði flesta mínútur fyrir Káa í fyrra. Þau tíðindi voru að berast úr þorpun að Völsungur hefur jafnað metin 1-1. Og grátuð það ekki. Það er náttúrulega stendur völlurinn akkurat öfugt og Þór spilaði með vindin í bakið í fyrirháleik og Völsungur með vindin í bakið hún í seinni háleik. Já, en spurning hversu sterk er klíkan? Er Páll V. Gíslason að fara að gefa hann að leik frá sér eða halda Völsungur þessu streitu? En hér er Ívar Örn, kemur hann á Orra sem að sækja hann vel til baka eða ekki vel og setur hann beint í einn kast. Já. Það var Arnar Skúli sem hefur verið að kasta langt í dag og heldur því áfram, kemur hann upp á Benjamin sem er á móti Dorra. Hilmar gerir vel, Hilmar hefur bætt sér mikið í vetur. Orri skemmtilega gert, Hrannar á undan með Baldvin í hlaupinu hægra megin. Hrannar einmitt hefur spilað miðju, verið mikið á miðjunni þegar hann spilað með Völsung. Staðið sér vel þar, þannig að þetta er svo sem ekkert eitthvað mikið nýtt fyrir honum. Almar á Halldór Hermann, kemur hann inn fyrir á Hrannar en hann er rangur. Hrannar finnst ekkert leiðilegt að vera komin hann í sóknina. Nei, hann er stór skemmtilegu leikmaður og getur leystað þessa stöðu jafnvel og bakverðin. En það eru 23 mínútur eftir að venjulega leiktíma. Ég veit fyrir víst að Káamenn væri alveg til í að sleppa framlenginguna. Það held ég sé alveg pottþétt. En Káa náði stórkostlegum árangri í bikarkeppninni fyrra, fór aðallega í undanúrslit og töpuðu þar fyrir verðandi bikarmeisturum Vals í vítaspyrnukeppni eftir að hafa lagt til að mynda Breiðablik og Fjölni að velli úrvalsdeildarliðin. En hér er Hrannar á Baldvin. Helbas, Dorri, DJ Dúettinn. Almar kemur honum hérna út á Hrannar sem er tilbúin að krossa honum fyrir. Skemmtilegu kross. Aron gæti hann frá, Almar með skemmtilega klippu en hún fór yfir markið. Það var skemmtilega gert. Rétt eins og skallinn hjá Alexander Trín. Á móti fram. Aron Snær með markspyrnu. Sólin eitthvað blindan. Hann sparkar hér upp til vinstri. Aron skallar, Hallgrímur nær ekki boltanum, Vindur grípar hann aðeins. Herru. Þetta átti stóladelt ekki innkast. Allana, Ká á innkasti, Hilmar Trausti, kemur honum Hallgrím. Já, Hallgrímur farin að
Bæti kraftinn og Hrannar bróður hans. Hér á Hólmadæði á Hrannar. Arnór. Þetta er skemmtilega unni á kámanum hann en mjög sem það móttaki Ólafi Aroni. Orri sett pressa á Bjarka. Káamenn vinna boltan. Þetta er ekki erfitt þegar við setjum svona pressa á það. Þeir eru ekki vandrað þegar við setjum pressa á það. Hilmar Trausti keyrir á vegg og fær aukaspyrnu. Á óskiljan hátt er dæmt aukaspyrna. Já, tekur hann stutt. Ólafur Aron, nú er Hrannar alveg frýr hinum megin. Kemur hann yfir og þar er kross í mótvindinu. Já, virkilega hræðilega Pínu kærulaust Egill. En Hrannar vinnur hann virkilega vel. Innaður í Hrannari. Bassi kemur hann inn fyrir á Hallgrím en hann er hársbreytt frá því að koma tánni í boltan. Þetta var frábær sending. Aron Snær Vel á grípur verði. inn í. Vel á verði. En sparka boltan hérna beint upp á loftið. Arnar kemur honum á Benjamin. Og hér er það Ragnar en Ívar virkilega vel gert hjá Ívari. Enn og eftir glípur Ragnar andlitið. Stendur upp aftur þá. Pétur Heiðar Kristjánsson kemur honum á Baldvin og fær hann aftur. Bassi Hrannar, hann er þyrstur í mark eða stóðsendingu. Kemur honum hérna fyrir en þar er það Fannar Örn sem kemur honum frá. Og Hrannar skallar á bróður sinn. Og Hallgrímur er ennþá í klapsinu. Það er svona spurning hvað Túfa gerir með Hallgrím, hvort hann sé að fara að láta hann klára leikinn. Já, en hérna er Pétur. Pétur Pétur tekur á reynir að rás. finna lausamannið þræðan, þetta er skemmtilega að spila. Hann Alma- að munnaði hálsbreyta, Alman hefði bara takkað við boltanum og væri sloppinn í gegn, skemmtilega að spila að kámunum. Almar var ekki nógu vel vakandi þarna. Óvænt sending frá Orra Gústafs. Hér er Arnar Skúli. Nei, Orri vinnur Orri boltan gerir fyrir vel. innan maður. Arnar grípur hnið, þetta Hann hefur fengið eitthvað slink á hnéði strákurinn. virðist ekki hafa verið neitt samt. Új. Hér dæmir Vilhelm Adolfsson aukaspinnu fyrir Káa, brotið á Aroni. En Arnar liggur hér sárþjáður, grípur hnið. En ég fyrir mitt leyti var þetta ekki aukaspinna eða brot á Arnar. Hallgrímur stillir sér upp, en þá liggur Tindastóls-leikmaðurinn. Hallgrímur í sinni kjörstöðu með útfrávind. Já, ég held ég vilji bara sjá hann spyrta svo á markið. Já, ég bara skal vera fullkomlega sammálaður Siguróli. Og ég skal eiga bara hundur heita ef hann hittir ekki á markið og við fáum hérna bara annarkvort mark eða frábæra markvörslu. Já, markmann er með sólun á móti sér, vindin í eyrun, 3 í vegg. Hallgrímur elskar þessi færi. Hallgrímur sett hann á svipuðu færi í Pepsi í fyrra. Já, ég sá hann gera þetta í æfingarleika fyrir Þróttum daginn líka, þetta var ekki ósvipað. Áhörundur syngja og söngla, skora, Káa skora. Túfa tví stígur á hliðalínunni, 80 mínútur eftir að leiknum, þetta er bara hörku færi. Vilhelm Adolfsson Nú er spurning um reynslu hjá markmannum, hann stendur alveg í markmannshotninu, ég persónulega staðið þess meiri hjá veggnum. Hann treysti vegnum. Hann treysti vegnum en vindurinn tekur í boltan nefnilega. Klálega. Hér kemur skotið, hann tekur skrefið, skotið er fínt en markmaðurinn ver beint á hann. Ágætis blokk samt hjá Hrannari. Jú, við fengum alltaf markvörslu, skot á mark, þetta telur. Þetta telur. Telur svona ekki jafn mikið á mark en telur einhver sigur. Já. Þið virðist vera að Káamenn séu líklegir að gera aðra breytingu. Boltinn aftur fyrir út af aftur að mark Káamanna. Í átt að Tjardalundi. Ekki beint jafn í það grænu völlurinn þar þó hann hafi nú oft komið verr undan vetri. Staðan á grasvöllunum hjá Káa er ágætt. Svona, eins og ég segi, já, oft verið verri. Fannar með markspyrnu á Ívar. Ívar, einn markahæsti leikmann annarflokks í fyrra. Hvað ætli hann hafi ekki verið 3. markahæstur? Annar markahæstur sem miðvörður skástrík bakvörður. Það var skemmtilegt, hann, hérna, boltinn sogast hreinlega að honum í förstum leikatriðum. Ívar kemur hann hérna yfir á Pétur. Almar
Kemur hann út á kantinn á Baldvin sem að misjöfna kross inn í. Og Ívar þarf að sækja allalega aftur með Fannar með sér. Hilmar tók hann stutt, beint á stólagurinn. Dorri með hann, setur hann á Hrannar á miðunni. Ánar að sjá Hrannar koma svona vel inn á miðuna, eða hún líði vel þar. Hér kemur krossin, Bjarki, hann er ekki fyrsti bolt sem hann er sér í dag. Nei, og ekki fyrsti á æfinni. Og ekki svo síðasti. Hér kemur gróf tækling. Brot hérna hjá Hólmari Daða. Baldvin stendur upp úr þessu, stóð upp, náða að stíga upp úr þessu, þannig að hann ekki mikið slink og hefði ekki orðið. Sem betur fer. Vilhelm Adolfsson samkvæmur sjálfur sér og spjaldar Hólmar. Já, þá má ég lega segja að þetta sé hárrétt guldspjald. En Ká að taka það stutt. Dorri kemur honum inn á teginn. Það er Arnar Skúli sem skalla frá. Benjamin í barátunum við Aron Pétur. Ári í innanum. Péturs. Hérna þetta er Hilmar með öflugan vinstri fót. Settur hann inn. Almar. Nei, Almar smá lætur hann. miskilningur hann. Þetta var skemmtilega gert hjá Hilmari. Já, hefði mögulega geta verið skemmtilega gert hjá Almari en engin maðurinn var til að taka hann. Pétur. Ragnar pressa Pétur en Pétur kemur honum á Dorra. Elbas og Dorri vinna vel saman. Og það Ká að færa boltan yfir. Hilmar dregur sig vel út til hliðar. Fær boltan hér. Hallgrímur á móti Arnari. Þeir sogast á honum. Ólafur Aron. Ká að fara inn kast. Ká að færa inn kast. En svo aðstoðardómarinn gefur greinilega merkjum. Birgir Þór Þrastarsson skarta sinni fegusta hér í dag. Skeggjaður og velrakkaður að ofan. Jamt sem Bassi. Skallan inn á teginn en Aron Snær grípur vel inn í. Já. Þegar átt fyrir 2 mörk með stuttu millibili Egill, þá höfum við ekki beint verið að vaði færum. Erum við að hugsanlega fara að horfa á einhverja framlengingu? Það gæti verið. Ég ætla ekki að útiloka neitt. En hvað heldur breytingar Káman? Hvað geta Káman gert til að skerpa aðeins á sókninni? Ég vil hreinlega sjá Áka kom inn á. Áki er skallamaður mikill. Já, ég vil eiginlega bara sína ungu strákonum traust og ég veit ekki hvort að ég vilja sjá Orra koma út af eða einhvern annan sko en við erum svo sem ekkert með einhverja mikla sóknar sinna menn í viðbót fyrir utan Áka. Nei. Við erum með Nkumu, Archie, við erum með Trinicic, við erum með Davíð Rúnar Bjarnason og svo sjálfsögðu Aron Dag Birnusson. Já, ég get eiginlega fullvissað Aron Dagur rekku inn á. Mér þætti það ólíklegt en ég vil ekki útiloka það. Nei, ég ætla að útiloka það. Svona svipað albanska lagi fari áfram í kvöld í Eurovision, ekki gleyma því. Þar held ég að þú ferir með rátt mál. En að leiknum þá eru Káa með menn henni upp til línu. Hrannar með boltan. Orri kemur hér í hlaupið, skora á svipuðu staði rétt á hann. Kemur honum hérna, ætla að reynir að koma honum yfir á Hallgríminn eða því betri möguleiki Almari sem að koma inn á góðu hlaupin í teginn. Það er gaman að sjá þetta. Orri er búinn að vera öflugur í dag. Hann er búinn að vera svona, eins og ég segi, hann er búinn að vera ekta Orri svolítið í innanum en hann vantar eins og ég segi, pínu greddu í Káalið og pínu ákjærð. Já, ef við ætlum að fá greddu þá held ég að Áki Sörlússon sé rétti maðurinn í það. Já, kom inn á alveg spinnigal. Það er spurning hvort að hvað Túfa gerir. Það er spurning hvort hann býðir með skiptingunni eða vil upp á framlenginguna að gera. Ég veit það ekki. Hann á eina skiptingu eftir. Ákvörður að spila 120, þau getur spila 90. Ég er hjartanlega sammála því. Hér er Hilmar Trausti. Ólafur Aron, Halldór, Pétur með hann. Kemur Hrannar á móti boltanum. Fyrsti langi bolti frá Petta í dag og hann er nánast fullkominn. Kemur með hann á Hallgrím, frábær móttaka, nú eru Káamenn. Og Arnar brýtur hér á Hallgrím.
Það er spurning, Siguróli, er þessi aukaspyrna hugsanlega á betri stað en á hann? Nei, hún er á miklu verri stað. Ef hann skorar, ætlar það fullir það? Ég ætla, nei. En við getum kannski tekið saman eitthvað á tölfræði hvar menn hafa verið að setja hún á aukaspyrnum og þetta er ekki staður sem hún skorar ofta á aukaspyrnu. En það er ekki sami vindurinn í hvert skipti. Það er rétt, Egill. Ég ætla nú ekki að fara að takast á við það hérna þig eins og ágæti norska lagins í Eurovision en við skulum sjá hvað setur. Hér kemur spyrnan. Hún er góð og Aron Snæran, hann slæðir hann í burtu. Þetta var ekki ósvipað á hann en hún fór beint á ramman en þar greip Aron hann. Meiri hætta. Já, meiri hætta. Hann er hugsalega betri aukaspyrna. Hugsalega betri spyrna. Hér er það Dorri, kemur hann út á Hilmar sem er með hann á vinstri og flengjur hann upp í loftið. Bjarki Már tilbúin að koma hann frá sem hann gerir og Benjamin í baráttunni. Hér er Ólafur Aron sem að vinna boltan. A.k.a. Frimmi, brýtur á Benjamin. Sem heitir þessu skemmtilegan langa nafni Benjamin Jóhannes Gunnlaugarsson. Gunnlaugar er pappans. Heitir það pappas Gunnlaugar? Já, geti verið eða... Jájá, mögulega. Við skulum nú ekkert fara út í það. Kannski heita foreldrar bara bæði Gunnlaug og Gunnlaugur. En hvað það? Þetta er svo sem ekki... Hér er að Vilhelm Halldórsson að dæma aukaspyrnu. En við tökum hana væntanlega stutt. Jú, Já. Pétur. Nú kemur Pétur. Minn uppáhaldsleikmaður. Leikmaður 17. Ber gamla númera Sjonna Magg. Og einnig Jón Stefán Jónsson átti sama númer þegar hann spilaði með meistaraflokk Þór. Og það er ekki leiðum að líkjast. Ekki leiðum að líkjast. En hérna er það Almar, hann er með fullta tíma Egill. Nei. Óskar liggur eftir þér. Og Óskar, spurning, var það sinadrátt eða? það gæti verið sínandráttur, það gæti verið opið beinbrot, við vonum hvorugt. Jú, Aron kemur og tegir á honum. Þetta var rétt hjá þér, kollegi. Ég kannski nýti tækifæri rétt á meðan og renni við stöðun í öðrum leikjum. Já, en þess má geta að Vilhelm Halldórsson er að taka tíman á hvernig lengi með sinadrátt. Á Selfossi er staðan 1-1, Selfoss Njarðvík. Leiknir er að vinna Létti 8-0. Haukar er að vinna KFR 4-0. Skallagrímur 0, Keflavík 1. Höttur 0, Huginn 1, K1, Tindastóll 1. Hvíti Riddarinn 0, HK 0. Þróttur Vogum 0, Grótta 1. Örninn 0, Grindavík 1. Þór 1, Völsungur 2. Fram 1, Afturölding 0, Fjarðabyggð 0, Sindri 1 og svo leikur sem hófst klukkan 8, KF IR, þar er 0-0 í Reykjavíkurslag. Leikurinn er komin í gang. Leikurinn er komin í gang aftur og hér höfum við 83 mínútur á klukkunni og við höfum nokkra mínútur að setja marka á þennan leik í viðbót. Það gerist ekki ef menn senda svona sendingar. Ég er farin að hallast að framlengingu Siguróli. Já, ég ætla að segja að Ólafur Aron skori sigurmark í uppbótartíma. Hér er það Bjarki Orri, er hann ekki á spjaldi? Nei, en hann er að fá spjald. Hann er að fá spjald fyrir þetta brot, já alveg rétt, hann var með glórulausa tæklingu fyrir áleik, hann í svipum. Slapp vel með tiltal þar. Já. En... og Manchester United hafa jafnað gegn West Ham 1-1. Hér er allt að gerast. Nei, Sigurði komast þeir upp í 4. sæti. Já, í ensku úrvalsdeildinni, það er engin inkassodeild samt. Passion League. The Passion League. Hér er það... Hér kemur löngspyrna, þetta er Fannar Örn Kolbensson með langa spyrnu, Ólafur Aron skallar hann frá. Nei, hann missir á hann, hér er Orri. Á Orra, Fannar Graður sem aldrei fyrr. Finnur Almar, og hann er með Hallgrím út í vinstri. Og Hilmar með ólapp. Hilmar með ólapp. Krossin fyrir. Krossin fyrir. Og Siguróli segði það sem ég segi. Hallgrímur með hann úti. Hallgrímur með hann úti. Ólafur. Þarna fáum við aukaspyrnu. Herru, þetta hérna, nú vil ég sjá
Hrannar Björn Steingrímsson stíga fram og taka þessa spyrnu. Ég vil sjá hann taka gamla góða ristarspyrnu í markmannshotnið. Það er til klippa af Hrannari skora af svipaðum stað með Völsung fyrir nokkrum árum síðan. Já. Þarna vil ég sjá maðurinn sem fiskaði spyrnuna. Hann er komin inn í teginn sko. Tekur hana. Hann er ekki að fara að vinna skallaboltana þarna. Nei, en Hilmar Trausti, hann tekur hérna gervigræsvindan skónum sýndist mér. Hver tekur þetta? Ætli Hallgrímur takk þetta eða ætli að verði Hilmar? Ef að Grímsi tekur hann þá er vindurinn í fjærhóttnið. Þetta er vindurinn í Þetta er nærhóttið, setur hann út fyrir vegginn. Kjörstaða. Nei. Þetta er ekki kjörstaða. Nú er spurning, er Túfa, erum við að fara að sjá? Þeir eru ennþá allir að hita upp. Eins gott að menn séu heitir. Túfa er En ég hef klálega mestar ágjörð af því að við ætlum að sína ykkur æfingu á Dalvík Reyni hérna eftir kl. 9 en hún verður seinka við förum í framlengingu. En Túfa verður klálega eftir að spara þessa þriðju skiptingu. Hér kemur aukaspyrna. Og það er að berast tíðindi úr þorpinu. Okkur leiðist mjög að tilkynna þessi úrslit en Völsungur er komin yfir 2-1 þar sem að fyrirvændi KM-maðurinn Steinþór Már Auðunsson markmaður Völsung átti stóðsendingu í seinna marki Völsungs. Hér kemur Almar fyrir okkar menn. Káa. Út af Hallgrím. Hallgrím er búinn að spila 90 mínútur á laugardaginn og komin í 86 hérna. Á Gössa. Gössa með hann tekur hann á, þetta er iðnaður maður. Þetta er ruðningur í handbolta en hotspillna í fótbolta. Anton og Jónas hefði flautað ruðningu á þetta. Heimir Árna hefði mótmælt ef hann hefði fengið hann á sig sennilega. En það er önnur saga. En talandi um kjörstöðu. Já, er það ekki Ólafur Aron sem að, nei, Hrannar ætlar að spyrta þessu fyrir. Hér kemur spyrnumaður inn. Hann er spyrnumaður góður. Almar á að fara á fjær, fá boltan og poton minn. Orri meðan. Þeir hreinsa frá. Hilmar í bakkinu, ánum ekki brjóta. Ólafur Aron út á Hrannar. Hrannar með fyrirgjafastöðu. Skrúar hann á fjær stöngina. Þar er enginn mættur. Fínasti bolti á Hrannari, sant? Það er... Menn eru farnir að dansa á pöllunum. Spurning hvort það sé vegna gleði eða kulda. Já, ég ætla að tippa á því síðar enda kollegi. Aron með spyrnur upp í vindinn og leyfi vindinum að taka hann. Hér fljúa plastpokkar og annað lauslegt völlinn. Hilmar með innkastið, finnir Ólaf Aron. Hann á Dorra sem að mögulega hefði getið snúið að marki andstæðingarna. Pétur Heiðar geysist upp, kemur hann á bassa. Hann er með Pétur tilbaka sem hann nýtti sér. Petti með sendingu, fasta sendingu inn. Almar óheppinn að koma ekki lengra en enda með því að Arnar Skúli skallar boltan í horn. Við fáum enn eina aukaspyrnuna. En nú fáum hann að Sigurróni með vindi. Já. Þá þurfum við að fá eitt turn á fjarstöngir. Já, það er ekki mikið turna inn á í dag. En margur er klár þó að hann sé smár. Hér kemur spyrnan, hann skallaði upp í loftið. Og hann dettur fyrir Hrannar Ívar Örn með skotið og þetta er hornspyrna önnur. Ég reikna með því að Hrannar Örn eftir að erfa þetta við Ívar Örn. Já, en það er spurning hvort það hafi verið samskiptaleysi að ræða Egill. Önnur hornspyrna. Ekki tungumálaveruleikar allavega. Ekki tungumála. Hér er Hilmar aftur. Fítbolt inn á mark. Þeir koma honum frá. Sjáðu Aron úti. Hallgrímur fær aukaspyrnu. Þetta er, sko, nú færast aukaspyrnuna nær sem að Hallgrímur er að fá og það er spurning, er þetta færast ónálægt eða er komin tími á bikar frimma? Það er spurning. En ég væri til í að sjá
Nú ætlum ég að segja að ég væri til að sjá Hallgrím með rennunum út á bikar Frimma og fá þéttingsfasta ristarspyrnu frá Frimpong. En það er hins vegar málið að Hallgrímur átti í fyrra með Víkingum 4 tilraunir og í 4. tilraun fór hann inn. Þetta er 4. tilraunin í dag. Hvað gerir Hallgrímur? Hann stendur við bolta, Hilmar gerir sig líka. Sólinn truflar Aron og rétt yfir samskiptin. Við erum að detta í 90 klukkuna. Það er að stefnir allt í yfirvinningu og tæknimannunum og myndatökumannunum. Spurning hvort að Filman takki meira. Hér fíkur boltinn. Hér virðist Vilhelm Adolfsson vera að fara að flauta af. En það er leikmaður að gera sig kláran á bekknum. En gerir ekki. Og það er Áki Sölvason. Hver annar? Það eru held ég allir áhorfundur Káa sem að kalla Áki Sölvason núna. Þetta er skemmtilegt, það er spurning hvernig hann tekur út það. Hvort Orri fái hvíld eða hvort að Hallgrímur fyrirliði liðsins í dag fái hvíld líka. Ég myndi tippa. Ekki líka en annarkvort. Ég myndi tippa á að Orri fær út af. Já. Enda hefur þú sjaldan eða aldrei verið getbára ill. Fyrir nú. Hallgrímur. Í baróttunni við Jónas. Hallgrímur hefur betur með boltan. Aftur fyrir mark. Þá er spurning, Áki klæðis í. Peysuna, þetta er, þú fær að halda okkur á tánum hérna. Konungurinn á brekkunni. Enda og þarf að fara að skipta núna ef að Káa geti smókraðin einu marki en hugsaðlega skipting í upphafi framlengingar ef ekkert annað gerist. Kast. Geti trúa því að Dalvíkingar glotti núna enda gerðu þeir jafntefli í venjulegum leiktíma við Tindastól og þá eru fréttir úr þorpinu, leiklokið, þar hefur Völsungur slegið út Þór frá Akureyri. Ekki má gleyma að Völsungur sló út stórveldi Nökkva í fyrstum fyrir byggkeppnina 1-0. Já. Með marki sem var vafasamt með meira lagi. Já, voru virkilega í basli með Nökkvamenn. Já, enda Nökkvi vel manna lið, sérstaklega í vinstri bakverði Jón Heiðar Sigurðsson. Virkilega efnilegur bakvörður. Gerði tilkall í landsliðshópinn. Haukur Heiðar var valinn fram yfir hann. En hér kemur boltinn á teig og Arnar Skúli skattar hann. Þetta síðast að þekki verið Káamannu til að koma boltanum í netið. Já, og forðast framlengingu. Áhorfundur taka við sér. Hugsanlega ekki meira en 3 mínútum bætt við seinni hálfleik. En Birgir Þór Þrastarsson er farin að hoppa og kæti hérna. Nei, fyrir ekki, honum er kalt. Fannar Hafsteinsson, hún er langar inn í. Hér kemur þetta. Spurning, Bass, ég tippa á að Bassi sé að fara að reka til hitið og Frimmi. Nei, þeir koma hann að fá. Fannar Örn, neglur honum hérna upp völlin. Og í inkasso, 2 boltar á vellinum. Vilhelm Adolfsson er klára að flauta hér seinni hálfleik af og það þýðir engungu framlenging. Hrannar. Kemur hann að Bassa, síðasti séns. Krossar, næst síðasti séns var þetta. Nú er allra spurning hvort að Fannar Hafsteinsson sem gerði gott mót sem útileikmaður í B-liði með 3. flokki sem var þeir með markaðustu mönnum. Hvort hann kom inn í teig en hann læti sér nægja að vera inn á eigin vallarhelming. Hér kemur Hilmar Trausti með hotspinnuna, hún er góð og Ívar skallar hér yfir markið. Og þá flautar Vilhelm Adolfsson til loka venjulegs leiktíma og það er klárt mál að við erum að fara í framlengingu, Siguróli. Já, þetta kallar á kaffibolla hjá okkur vínunum. Hvað erum við að fara að sjá í seinni hálfleik? Nei, í framlengingu. Erum við að fara að horfa á stólana, halda sínu leikskipulagi og stíla á vítaspyrnukeppni? Jafnvel falla enn aftar. Skiptinga Káamegin. Áki kemur inn á fyrir Hallgrím. Heldur þú séum fara að sjá skiptingu akkurat núna í byrjun framlengingar eða heldur þú að Túfa býði með það? Ég held að hann komi strax, það er mitt mat. En við tökum okkur örstuða pásu frá lýsindum. Það ekki langt áhorfundur góðir því hér sjáum við fyrstu framlengingu sumarsins. Vonandi svo einu.
Velkomin aftur á skjánum, landsmenn góðir, nær og fjær. Seinni hálfleikurinn, fyrri hálfleikur í framlengingar hafinn. Ég var lent að tala við nokkra góða stuðningsmenn hérna niður í kaffinu áðan. Hér voru allir sammála eitt. Það er gott að fá bara aðeins meiri fótbolta. Áki Sölvason er komin inn á í framlínuna. Fyrir Hallgrímar, það kemur svo sem ekkert óvart að kollegi minn Egill hafi verið með þetta alveg kolvitlaust. En ég með þetta rétt, svona svipað á þess að Greta Salome fær áfram í kvöld. Mér er mjög annt það. Skemmtileg sending hjá Hrannar inn á Orra. Orri með bolta fyrir markið. Það er þá greinilegt að Orri Gústason spila hér 120 mínútur í dag. Það er bara frábært fyrir hann. Þetta er skemmtilegur strákur sem er gaman að horfa á. Já, en það hefur hann ekki gert í... Ég held valla frá upphafi. Ég held að hann hafi ekki eins og spilað í öðrum flokk 120 mínútur og valla 90. En það er jákvætt. Hér Orri, inn á Áka. Áki sér ekki markið. Áki samt alltaf með... Jæja, þetta er tilraun. Áki hins vegar sko þenni leikmaður, hann er alltaf ógnandi. Hann er alltaf með hlaup á bakvið, hann er ógnandi, hann er skemmtilegur strákur. Já, og ef einhver... mér er skítsama, þetta var ekki vel gert hjá Áka því að hann vissi ekki hvar markið var þegar hann fékk boltann. Nei, ég ætla að gefa áhorfandi það að Áki er one to watch upp á framtíðina. Algjörlega. Frábær skallama. Já, hér er hálfbolti og það er Hilmar, Almar, Halldór, Dorri. Hvernig er eitthvað með fréttir eða hvernig Greta Salome stóð sig? Nei, hér er bara steinþegallir. Hún stóð í gegnum á mannafundi. Góð tíðindi fyrir okkur Íslendinga. En hér er Dorri. Kemur honum á Orra Gústa sem er búinn að vera duglegur að leita tilbaka. Kemur honum á Hrannar. Út í hægra megin. Krossinn inn í. En Aron slær hann í burtu. Þar er Hilmar. Gerir sér líklegan skallan. Almar. Kliftar hann vel í fyrri. Seinni hálfleik, það er réttar satt. Ólafur Aron með skotið en það er hátt yfir. Þá er spurning, erum við konur í 4-4-2 eða erum við ennþá í sama þessu 4-5-1? Mér sýnst við verðum þetta í 4-4-2. Fyrirfram hefði maður svona áætlað að Orri hefði dottið frekar út á kantinn og Áki upp á topp og jafnvel Hrannar inn á miðuna með Almari. Þessi uppstilling hérna í markspyrnunni stólana gefa okkur ekki neitt, það var enginn út á vinstri kantinum. Nei, en hér er leikmann á 13, Pálmi Þórsson tapar boltanum og Almar kemur honum á Orra, fallegur snúningur en klafs Orri og meiðsla Orri dettur. Fyrir þess að vera komið sinadrátt, enda aldrei séð 120 mínútur á klukkunni. Hvað þá 90 og eitthvað. Orri má eiga það hins vegar, hann er stuðningsmaður Hull City Tigers og það er gaman að því. Orri toppmaður og mikill sósíalmaður. Já, frábær strákur. Hér er það Ívar og Hilmar. Ívar í smá pressu, frimmi. Þannig að gerir Dorri vel, kemur hann með Áki en snýr hann bak í markið. Smá tregða í Áka svona til að byrja með, spurning hvort að hún eftir að fara á hann á þessum stuttatíma sem hann hefur. Almar og Halldór. Halldór inn á Orra sem er rangstæður. Orri Gústafs. Eðvarð með allt sitt á hreinu á hliðalínunni. Enda mjög kunnugur vellinum. Já. Förum ekki nánar út í það. En til gamans má geta að KA-menn hafi hyggju gleðskap og KA-dag hér fyrir heimaleik 21. maí. Móti Huginn Seyðisfirði. Móti Huginn, gæti ment í svo kallaðan KA-dag. Hann er óvinnu snemma þetta árið. En hér er smá miskilningur, við verðum að passa sig, kæruleysi gaf marki sem við fengum á okkur. En stólarnir hafa ekki farið mikið fram fyrir miðum. Það eru tíðindi úr enska boltan og Sigurjóli. Já, hvað er með þau? Manchester United er komið yfir gegn Vestan. Marti og all með annað mark sitt. Já, það eru skemmtileg tíðindi fyrir United stuðningsmenn, ekki alls skemmtileg tíðindi fyrir stuðningsmenn Hamrana. Jó, Hamrarnir eru mjög sáttir. Ólafur Aron út á Hilmar Trausta. Hilmar Trausti er dæmdur rangstæður. Hrannar ekki sáttur með Hilmar hérna. Já.
Ef að Hrannar Björn væri búinn að spila svona 90 mínútur að þá væri hann maður leiksins. Langur bolti upp völlinn. Ívar skallar hann á Almar sem gerir vel. Þeir vinni í dag og KA-menn þeir vinni í dag. Ólafur Aron út á Hilmar, hann er rétt skipti. Þá er hlaupin, eru þeir í til staðar. Almar með fínt hlaup. Hilmar með kross. Áki. Nú er boltin í tegnum, þurfa KA-menn að vera graðir. Það er engin KA sem vill vinna þennan boltinu sinni. Ívar fær hann, hugsanlega komin inn í box aftur. Sem hann nú gerir. En það er Fannar sem skallar hann frá. Ólafur Aron út til hægra á Hrannar Björn sem tekur hlaupið. Hrannar með í fyrirgjafastöðu eða hvað? Nei. 1-1 á Arnór en Arnór kemst fyrir boltan og Fannar kemur honum í innkast. Ekki fyrsta innkast leiksins. Hrannar tekur innkastið af Baldvin. Baldvin keirir inn en kemur honum á Dorra sem að missi boltan á móti Ragnari. Kæruleyslegt. Ragnar með Zidane snúningin svo kallað. Mjög skemmtilega tilburði. Hrannar aftur. Hrannar, það er hörku kraftur í Hrannari. Góð hugsun. Vantaði hlaupið með Dorri með móttöku. Þetta er hættulegt strákar. Ragnar, Pétur leggst þarna í grassið. Veit ekki hvað hann var að gera, hugsanlega henda Pálma en Almar að vinna boltan, kemur hann Áka. Einn á móti Fannari en Fannar hreinsar hann í hotn. Það kemur Hilmar á vettvang sem er búinn að vera stórhættulegur í sínum hotspinnum eftir að hann hefur fengið að taka þér. Já, við býðum aftur með Pétur og Halldór Hermann, Ólafur Aron skokka og kemur sér fyrir utan boxið en það spyrnum aður góður. Spurning hvort að Fannar Hafsteinsson sé ekki orðið kalt. Fannar hefur því miður haft mikið að gera nema hreins á boltan einu svona markinu. Hilmar fær hann aftur. Skemmtilega preyfing og hann við hann á hægri, kemur hann út í teginn, Almar kemur hann á frimma. Þeir koma hann frá. Sýnist mér að vera Arnór sem að kemur hann frá. Pétur er komin aftur í boxið, Pétur inn í pakkan, frábær sending en kannski samskiptaleysi þarna hjá Almar og Hrannar, ég veit það ekki. Er ekki vítaspyrnu keppni Siguróli hugsanlega það sem við viljum forðast í þessari keppni? Jú. Hér skokka leikmaður Tindastóls út af með glæsilegan N1 poka. Réttir bolta stúlkunni. Enda Ragnar fagmaður mikill. Hann er uppalinn á Suðurlandsundirlendinu og þekkir vindinn vel. Aron Snær kemur honum hér upp, Frimmi vinnur boltan. Frimmi inn á Áki hér í fínu færi. Ég er að segja að þessi strákur, hann á eftir að verða eitthvað mikið. Þetta var fyrsta skipti sem Áki tekur á móti bolta og snýra marki og skapast hætta. Áki er markaheppinn með meiru. Þá er að hotspinnan. Engin káamaður nálægt og stólarnir hreinsa upp. Dorri kemur honum á Almar sem að reyna að flikka honum inn í. Hann er rétt stæður, ég er ekki sammála þessu flaggi í þetta. Nei, og Hrannar ekki heldur. Aron Snær með boltan. Tekur sér tíma í allt núna. Hér er að berast skelfileg tíðindi. Hræðileg tíðindi. Greta Salome fer ekki áfram í Eurovision. Sem þýðir að það verður sennilega minna gleðskap á laugardaginn hérna í landinu. Já, heitt að verra og boltinn á Ívar. Dorri kemur honum á Hrannar. Hrannar gerir vel, fínn snúningur. Almar í baráttunni við Pálma. Þetta er svo kallar iðnaðarbolti. Bassi. Stuðningsmennir er búin að frábæri í framlengingunni. En nóg eftir á krafti á þeim, en syngja sér til hitta. Færa boltan vel hérna yfir, Hilmar trösti vel út til vinstri og boltin kemur á hann en endar í innkasti. Káamenn svona aðeins að basla með vindinn þegar þeir færa yfir til vinstri. Eða suðus eins og þeir segja. Jú, kollegi, hárrétt. Eftir að Hallgrímur fór út á tók Almar Ormarsson við fyrirliðabandi Káamanna. Almar
var á sínum tíma fyrirliði annan flokks Káa áður en hann fótti fram. Nei, fyrirgjöðu, það er rangt mál. Hann var fyrirliði meistaraflokks Káa Rétt Egill. áður en hann fótti fram og á annan flokks aldrei. Ég var fyrirliði annan flokks. Hóvart Mont. Ég var líka í pressuliðinu í Eyjum, það má ekki gleymast. Já, en það tölvöld lengra síðan. Hér er það Ívar sem kemur boltanum út fyrir hliðalínu. Þá er það Arnar Skúli sem býr sig undir að taka langt innkast. Bjarki Már heldur sig sem fastast tilbaka, þannig að það er spurning hvort að Ragnar ætla ekki að koma sinni þennan bolta. Benjamin. Og Dorri hreinsar hann burt ákilita við tilbaka. Stólarnir komast inn í og innkast sem Káamenn eiga. Það var Óskar Smári sem að koma honum út af. Hér er Ívar sem að sleikir á sig puttana. Kemur hún á Pétur Heiðar. Þá er það Elbas út á Hrannar sem er einn á móti Arnóri. Hér kemur Hjálmar að hjálpa til. Bassi og Ívar Frimmi. Spurning hvenær þeir fara að leita í lönguboltana. Dorri, Bassi og Hrannar hjálpa til. Lítið eftir að fyrirháleik framlengingar. Hrannar finnur Almar aftur í lappir. Lítil hreyfing í gangi, þannig að þeir eru leitað tilbaka í hvert skipti sem þeir eru að spila boltan nánast. Frimmi kemur aftur Ívar, Dorri. Almar. Finnur Hilmar úti, vinstra megin. Hilmar með sinn magnaði vinstri fót. Aftur inn á miðju á Ólaf Aron. Spurning hvort að Frimmi láti ekki bara vaða, nei. Pétur, allir leikmenn fyrir utan Fannar Hafsteinsson komnir inn á vallarhelming Tindastóls. Káa halda boltanum vel. Hrannar. Hrannar er lungin leikmaður. Kemur hann yfir á vinstri fótinn. Reynir meira. Reynir að krossa fyrir og það er hotspinna sem að Káa. Nei. Markspinna segir fyrirvændi vallarstjóri Káa. Og nú er Eðvarsson. Nú er þetta vallarstjóri eða aðstofa vallarstjóri er ekki ánægð með hann. Spurning hvort að Mái sé jafn ánægð með hann sem vallarstjóra og verkstjóra í útgerðarfélaginu. Það eitt getur handæmdum. En hér kemur slögmarkspinna, Túfa grípur boltan á hliðalínunni, ætlar að taka innkasti sjálfur, nei, sendir hann á Baldvin. Vel gert hjá Túfa. Já, ekki einspilari. En spurning hvort að Káa hefði verið búinn að klára leikinn ef Túfa hefði verið í jakkafutunum. Þeir voru sennilega í hreinsun eftir laugardaginn. Hér er það Hilmar úti í vinstra megin. Orri með skemmtilega snúning. Spurning hvort, já, aukaspyrnuna. Vilhelm Adolfsson dæmir aukaspinnu. Nú er enginn Hallgrímur. Hvað gerir þá Ólafur Aron? Þá fær Frimmi að láta ljósitt skína. Bikar Frimpong. Fáir örugglega sem hafa æft þessar aukaspinnur jafnvel og Frimmi. En hann og Fannar Hafsteinsson voru einmitt bara út á velli í fyrra dag að taka þessar spinnur. Þannig það er spurning hvort að Ólafur Aron njóti góðs af því. Hilmar gerir sig líklega með Aroni. Ólafur Aron spilnum aða góður. Markmaðurinn vel í markmannshotninu. Það er spurning hvort það geti fengið vind. Það hefur lægt vind mikið. Það er Hilmar sem tekur spilnuna loksins þegar Ólafur Aron hafði möguleika á að taka hana. Hálfleikur í framlengingunni. Og Siguróli, þetta verði ég að segja, þetta voru hrikaleg mistök. Mér er alveg sama hvort að Hilmar Trausti hefur komið sem boltinn á teig, en Ólafur Aron hefði komið honum á markið. En fyrir áhorfendur sem heim í stofu sitja, þá hefur vindátt snúist í norður og lægt töluvert. En það er stuð hjá áhorfendum. Já, hér eru Bergvin Fannar og Arnar Gauti, gjaldkeri og formar yngjaflokkaráðs, hoppandi og syngjandi kátur á hliðlínni.
Ólafur Arnar. Óli. Nafni. Að bíða krakkar að fóra út á vellin? Já. En við erum að fara í seinni hálfleik framlíkingar Siguróli og við spáum rétt með Áka að koma inn í framlíkinguna. Hvað getur við að horfa á hérna í seinni hálfleik framlíkingar? Við sjáum 2 mörk frá Káa. 2 mörk frá Káa? Já. Ertu maður í að tippa á markaskorara? Já, Áki Sölvason með bæði. Já. Það er alltaf djúpt í árinu að tekið. Já, ég spáði Gretu Salome ekki áfram í kvöld. West Ham búnir að komnir í 3-2. Komið yfir 3-2. Já. Hamrarnir frá Lundunaborg. Ekki frá Akureyri. Ekki frá Akureyri. Birgir Þór Þrastason, hann er vonandi að yfirvinna kaupi hér á hliðlínunni. Því hann hefur gaman að þessu. Njállómar Pálsson alveg espar hann upp á línunni. Og Eil Hænisen virkilega espa líka. En hér er bara seinni hálfleikur framlíkingar að fara á stað. Já. Og það er náttúrulega bara óbreytt lið. Óbreytt lið, enda engin skipting eftir. En sem fyrir er Fannar Hafsteinsson í marki Káa, hægri bakvörður Baldvin Ólafsson, vinstri bakvörður Hilmar Trausti Arnarsson sem við leikir sem kantmaður nánast í þessum leik. Já, við erum spennir að spila með 3 miðverði bara hreinlega. Við erum að spila með Pétur, Ívar og Baldvin í miðverðum, Hilmar og Hrannar á köntunum, Ólafur Aron, Halldór Hermann og Almar á miðinu og Áki og Orri på topp. Túfa ætla sér greinilega að skora í framlíkingunni og sleppa vítaspyrnukeppnina. En Egill, nú spyr ég þig, kollegi góður, á hvort marki verður vítaspyrnukeppnin haldin? Ég myndi tippa á því að hún veri leikinn á austaramarkið. Austaramarkið, með einhverja rökfærslu. Já, hugsanlega vindurinn. Hugsanlega vindurinn, segir strákurinn. En ég hef ekkert fyrir mér í því. Nei. Eina sem ég hef fyrir mér því að bónusmerkið sem er hérna vestast á vellinum er fokkið niður. Já. Jón Ásgeir ekki ánægð með það. Þannig það verður leikinn vítaspyrnukeppni Hér kemur hárboltinn á teik Káamanna, Fannar upp í hann og handsamar hann öruggar hendur á Fannari sem finnur Hilmar Trausti lappir. Þetta er eitt fáið sem Fannar hefur þetta að gera í dag. Arnar Skúli gerir vel. En Arnar Skúli er mitt þjálfari meistaraflokks kvenna hjá Tindastóls. Almar á miðjug fyrir Káa. Almar út á kant. En Sigurður, við erum að svona detti í svipa áhorf og Káa fram. 211 viewers á 213. Áki dæmdur rangstæður. Já, það er gaman að því, Egill. Það er klárt að Káa TV er að tekja inn. Já, heldur betur. Og þetta eru þá Egill Ármann Kristinsson og Sigurður Sigursson sem heilsa ykkur úr gamla júdósalnum í Káa-heimilinu. Já, Sigurður Magni Sigursson. Já. Tæknumæður, Sverrir Freyr Jónsson. Myndtökumaður Björgvin. Kolbeinsson. Nei, það? Já, ok. Björgvin Kolbeinsson. Gefa það. Hér er Halldór Hermann með pínum plás. Missir hana frá sér en finnur Orra í lappir, Orri snýr. Finnur Áki þarf að snúa marki. Nei. Hrannar. Finnur Hrannar úti, nú þarf Hrannar að koma með góða fyrirgjöf. Hún kemur hér, þetta er betur. Hér er Orri Gossa og Aron er vel. En Orri er inn að koma vel og þetta er hreinsað frá. Þarna var Orri Gossa í 2 sénsum. En inn vildi knötturinn ekki. Orri Gossa kom sér hann í 2 frábær færi. Já, við verðum bara að hrósa hreinlega markmanni Stólana fyrir frábæra markúsli. Hér er Káamenn ekki hættir, það er Almar. Almar. Og hann tekur hann inn. Almar er að klára þetta fyrir Káamenn, hugsanlega. Þetta var frábærlega gert. Frábær fyrirgjöf. Almar tekur honum vel inn. Káa er klálega að fara forðast vítaspyrnukeppni. Almar að setja sitt annað mark fyrir Káa í sumar.
eftir sendingu frá Ívari. Og ole syngja stuðningsmenn Káa. Nei, ég ætla að leiðrétta þetta, það er ole, Ola. Já. Tralalala. Við höfum ennþá 12 mínútur eftir af þessari framleggingu. Ég var búinn að spá öðru marki hjá Káa. Almar gerir vel, stingur sér hérna framfyrir leikmann Tindastóls og setur hann utanfótar á nærhóttið. Frábærlega vel gert hjá Almari, það er engin spurning. En eina spurningi núna, Siguróli, verður þú sannspár 2-0 fyrir Káa? Já, Í framlengingu? aldrei að vita, en ég stólaði hljóta að lyfta liðinu upp núna. Þeir eru ekki búin að leggja hérna 120 mínútur á sig á Káavelli til að alltaf gefast upp. Klálega ekki. Og það verður náttúrulega að gefa Káa það að við erum að spila með tvo leikmenn í miðvörð sem er ekki miðvörður upplagi en hins vegar hafa staðað vaktina vel. Og svona Pétur Heiðar að vera komin til ára sinna. Ég segi það nú ekki. Ítla vegið að Pétri hana. Hér er að Dorri með einhverja tilraun sem ég veit ekki hver er. Þetta telur sem skot, þannig að satt í sarpinn. Langur bolti frá Aroni Snæ. Káan á boltana niður, Aron kemur honum á Fannar með langan bolta. Orri Gössar lætur sér falla eins og hann fái borga fyrir það. Hér grípur Arnar Skúli boltan. Já, það Helm Adolfsson hefur fluttað í fluttuna. Já, en ég verð að gefa stuðningsmönnum Káa mikið hrós fyrir frammistöðu sína á pöllunum í dag. Þeir eru búin að vera líflegir og ég býst við að sjá enn fleiri á pöllunum á Ásvöllum á laugardaginn og jafnvel kannónur úr stuðningsmönnum Sjöttara eins og Árni Brjánn Ángætísson og Óskar Helgi Adamsson, en Óskar er þekktastur fyrir að vera mikill trimill og Árni Brjánn sömuleiðis. Þetta er dálítil áskorun á Sunnlendinga. Já. Eða semst brottflutta Akureyringa. Já, heldur betur, þetta eru mikli Káamenn og góði drengir. Það má ekki gleyma því að Káa á fjölmargar stuðningsmenn í Reykjavík. Já, og hér kemur mark Káamanna, kross fyrir. Almar stingur sér framfyrir og kemur honum vel í netið. Aron Snær átti enga möguleika í þetta skot hjá Almari. En Stuðningsmennir skemmta sér vel. stuðningsmenn Káa áttu hróskilið fyrir sitt framlag á útivöllum síðasta tímabil. Heldur betur og nú er spurning hvort við höldum upptökum hætti, en hér kemur löng spyrna frá völlin frá stólunum og Káa menn, ég hef nú reynda haldið að vera dómarka sem Káa áttu og menn kalla eftir fair play ákvæðinu, en stólarnir gefa lítið fyrir það. Hólmar reynir að ná til boltans, nær honum. Og Birgir, Útaf fyrir hann. Birgir er með allt á hreinu í silfurlituðu skónum. Rauða ljónið. Það er spurning hvort að, háu sokkarnir ná að fela Þórs tattu á kálfanum. En háu sokkarnir koma eingöngu til með crossfit, það sem að Birgir Þór Þrastason stundar crossfit hjá CrossFit Akureyri að mikilli móð. Ég held að hann væri hjá CrossFit Hamar, en ég held að hann væri í CrossFit Hamar reyndar. Já, bara, þú veist, Nei! potato. En ekki eins og það skipti öllu máli fyrir þessa beinu lýsingu hjá okkur félagunum. Káamenn halda boltanum, öftustu línu, Ívar fram á við. Misskilningur hjá Káamönnum. Bjarki með N1 skallar í burtu. Egil, hvað er það sem var að skalla margir í burtu? Já, allavega 15. Já, en nú er Hrannar búinn að færa sig yfir vinstra megin sínins mér. Og í góðri fyrirgjáðstöðu gefur nú til Ólaf Aron. Spurning hver nær boltanum. Ólaf með Baldvin með sér. Baldvin er með nógan tíma. Þeir eru 3-4 á teiknum með Káa. Ég vil nú hreinlega bara sjá fyrirgjöf. Almar, þeir Káamenn ætla vist bara að halda boltanum aðeins. Dorri, Almar. Spurning hvað Áki færin lappir, snýra marki. Tekur, reynir að taka mann á. Halldór Hermann. Ragnar er sterkur, Áki vinnur tilbaka. Vel gert hjá Áka. Það er Jónas Aron sem liggur hér eftir, virðist vera eitthvað meiddur. Já, Sævar Pétursson segir að
staðfest úrslit séu 2-1 fyrir Káa. En við getum svo sem ekkert staðfest að finna leika lokið. Nei, United var að tapa hér sínum leik á móti Vestam 3-2 og hafa til þess eitt en tækifæri til að komast í top 4 en til þess eru þeirra að treysta úrslit hjá Manchester City. En hvað það, Ólafur Aron er hér með boltan, leitar að löngum bolta en kemur honum á Halldór Hermann. Halldór með langan bolta á Gossa, spurningum með aukaspyrnu. Já, Fannar búinn að vera, Fannar er búinn að vera mjög brotlegur í þessum leik. Já. Ótrúlegt að svona þessi uppsöfnuðu brot sé ekki komin í fleiri spjöld. Við vilt Vilhelm hafa haft góð tök á leiknum ásamt hans aðstofadómurum, þeir veiga hróskilið. Vilhelm er búinn að vera mjög sanngjarn í leiknum. Já, bara fara, hann setti bara ákveðna línu og hefur staðið við hana. Já, sammála því. Engin spurning, Villi er búinn að dæma hana leik vel. Hér er Almar sem að heldur á boltanum og gerir sér líklega til að spyrna honum inn á teginn. Káamenn er svo sem ekkert að fjölmenna hann á teg, en það kannski ekki ástæði til. Nei, ekki nema þeir viljið að spá mín rætist. Já, það er þinn maður Áki Sölvason, klárinn í tegnum. Já, hann er minn maður. Enda skalla maður mikil, hér gefur Halldór Dorri möguleika á setningu upp í hótt sem að kemur. Halldór með Kross fyrir. Þeir skalla frá, sýnist að vera Fannar. Almar heldur svo lífi. Bjarki í bakkinn á baráttunu. Hrannar er þungavíkta maður. Hrannar hlýtur á hlaði skotið. Og Halldór! Halldór nú ekki verið markamaður mikill en ekki langt frá því. Hann er ekki markmaður. En þetta er ekki góð móttaka hjá stólunum og Baldvin Ólafsson fiskar innkast. Og tekur það sjálfur, enda gamla góða regla fiskan tekur. Halldór Hermann finnur Ívar í lappir, Ívar upp á Ólaf Aron, kemur hann út á Hilmar Trausta. Hilmar hefur dreigist tilbaka eftir markið á Káa, enda eins og Egill nefndi áðan, óþarfi kannski að vera tefla á 2 hættur. Það eru 5 mínútur eftir að uppbótar, eftir að framlýgingunni. En Sigur Óli, stóra spurningin í dag, Káa-maður leiksins? Káa-maður leiksins, þetta er erfið spurning, ég fæ ekki eina mínútu til að hugsa hana. Áki Sölva með boltan, kemur hann á Orra Gossa. Orri leitar eftir fyrirgjöf, spurning var þessi aftur fyrir Arnar, skallar hann tilbaka á Aron. Ég ætla að tefla djarft og Káa-maður leiksins að mínum mati er Ívar Árnason. Já, ég skal bara hreinlega taka undir það og ég skal jafnvel setja Hrannar Björn í sæti nr. 2, hann búinn mjög líflegur eftir að koma inn á. Já, spurning hversu ósökjart það er að hafa spilað. Hann er að spila hérna næstu í 90 mínútur í dag. Nei, 60 mínútur. Þannig erum við að sammælast Ívar? Já, við skulum gefa Ívar Dubois eins og Eurovision eða 12 stig. Já, það er eitthvað sem að Greta Salmi sá ekki. Nei, hún fekk ekki mörg svoleiðis í kvöld, enda fer hún heim með sárt ennið og miðað við forsíðuna á fréttablaðinu ber hann bossan. Vel gert hjá Ragnari sem að færi ekki aukaspyrnu á einhvern óskiljanlegan hátt. Vel unni hjá Arnóri og hér er það Benjamin. Fer fram hjá Baldvin. Þetta er ekki Benjamin Everson. Nei, og ekki Dúfa heldur. Kemur hún á Fannar. Benjamin krossa fyrir og Fannar grípur vel inn í. Það eru nýjustu tölur. 256 viewers á leiknum. Varst að telja Kötu Vaff þá með sem var að koma? Kötu Vaff var að koma. Hér er Dorri. Almar. Nei. Hér er Benjamin sem að fiskar innkast. Lauma sér aftan á Almari og fiskar innkast. Stólennir hafa núna 2 mínútur mögulega pluss til þess að jafna leika. Hér er það aukaspinna sem að Ólafur Aron Pétursson fær. Svona Pétursson
Röggujúl. Pétur Óla Junior. Bróðir Önnu Rakelar. Já, þetta sé ekki mest þekktur fyrir að vera bróður Önnu Rakelar. Já, jafnvel, eða sonur Póla, hafnarstjórans. Með mislukkaða sendingu á Hrannar. Og þarna Orri, þetta uppáhaldsstaðan hans Orra á vellinum. Já, fyrir utan það að vera á móti Bjarka Má. Já, en Orri iðnaðarmaður eins og ég búinn að nefna margoft í kvöld. Ég bjóst við hann færi á hann. Hrannar, Kintó Aron. Slök sending, Jóla var honni ekki algengt og hann hlær sér í guldspjald sennilega hérna. Já, en þetta var hann klálega sonur Pétur Óla. Pétur Óla margfaldur Íslandsmeistari með KA í blaki. Svona brot tíþekti í blakkinu. Hér kemur langur bolti fram. Aron skallar í burtu. Hrannar Björn. Stólarnir hafa lyft minninn í bjóstvegið. Þeir eru ennþá að verjast með 4-5 menn alveg öftur til línu og fara ekki fram fyrir miðju. Spurning hvort að Þreit þessi farin að segja til sín eftir langt ferðalag frá Skagafirðinum. Já, langur sparkvallabolti í hátíðinni í gær. Já. Halldór Hermann sem er búinn að vera mjög líflegur í liði Káman í dag og Orri Gassa ákið með fínasta hlaup, kemur út á Hrannar. Hrannar kemur fyrirgefinn í sauðkrækling og virðist vera Arnór sem að skalla hana frá, Arnór Daði. Hér er að Benjamín á móti Bassa. Það er bara dæmt aukaspyrna. Já, þetta viljum við forðast, káamenn. Nú er það... Kemur markmann Aron Snær. Hann ætlar að freista þess að setja mark sitt á leikinn. Það er öllu til tjaldað. Já. Benjamín er færður aftar af Vilhelm Adolfsinni. Hvað gerist núna? Og nú eru þéttu pakki inn á teig Káamanna og það eru mikil slagsmál. Langur boltinn í teig. Hilmar Trausti upp í loftið. Það er bara átt að hvar er Grettan Káamenn? Ég vil sjá þetta burt. Já, Hrannar losar pressuna. Og Aron Snær ætla bara að halda sinni í teignum. Enda hlýtur. Enda kemur langt innkast núna frá Arnari Skúla sem er búinn að vera þekktur. Nei, hérna Aron Snær færi sér tilbaka. En Arnar Skúli er búinn að vera þekktur fyrir löngu innkast og hér kemur eitt slíkt. Bjarki Már. Og hér kemur skot tilraun frá sauðkræklingum en hún er yfir og skotmaður liggur óvígur og þetta virðist að vera Benjamín Jóhannes Gunnlaugarsson. Já, við getum bókað farsel K.A. í 32 úrslitum með þessum úrslitum. Enda 1 mínúta komin fram yfir venjulega leiktíma í seinni hluta framlengingar. Hér er að Fannar sem að spyrni frá marki Káamanna. Leiktími, venjulega leiktími liðinn. Og hér kemur flautin. Og hér er að Vilhelm Adolfsson sem að flautar leikinn af. Hetjuli bara átt á stólana og framist að þeirra aðdána verða á mörguleiti. Leikskipulagið þeirra gekk upp í nánast 110 mínútur. Já, virkilega gott hjá Káamönnum að ná þessu jöfnunamarki svo snemma eftir að sauðkræklingarnir skora. En Káa meira með boltan en eins og þú segir, sauðkræklingarnir gameplanið virkaði mjög vel. Þetta er bara nákvæmlega svona Stefán lagði leikjun upp og fyrir utan úrslitin er örugglega helsáttur með sína menn og Túfa aftur á móti vissi örugglega að það verið erfitt og getur kannski lítið kvartaði og var erfitt að brjóta það bak aftur. En Túfa hlýtur að horfa samt til þess hversu fátt marktækifæri Káa skapar í þessum leik. Já, en þeim til varnaðar þá voru aðstæðurnar kannski ekkert í fyrirmynda með miklum vinda sunnan og átti erfitt með að halda boltanum í lappir en jú, það er vissulega örugglega áhugjefni hjá honum. En þú vilt meira á móti liði eins og Tindastóls að þú skapir fleiri marktækifæri en þú gerir í dag. Já, en auðvitað er þetta líka bara oft spurning dagsform. Þeir hittu bara frábæran dag stólarnir og Káa kannski væru kærið. Þú séð markið sem við fáum á okkur er mikið kærleis mark. En við ætlum ekki að hafa þetta lengra sinni. Ég, Sigurður Leif Sigurðsson og kollegi minn og góðu vinnur og nágranni Egill Ármann Kristinsson þökkum kærlega fyrir okkur. Já. Takk fyrir að hlusta og horfa. Sverrir Jónsson og Björgvin, myndtökumaður, takk fyrir aðstofana. Þið eru yndislegir. Takk fyrir og góða nótt. Takk fyrir.